Velkomin í þáttinn. Bara heiður að vera mættur. Já, gaman að fá þig heimsó. Já, ég svona, þú byrjaði með þetta podcast, þá var ég ekki bara vissi að þá myndir stjórna þessu leik svona mikið, þá ætlaði ég að koma í daginn, sko. Já, það ekki. Þannig að ég segja að sé svona lúmskur draumur að rætast. Já, gaman að heyra það maður, gaman að heyra það. Ég kom náttúrulega til þín þegar þú varst með þitt podcast. Já, þú komst bara, það ekki það langt síðan, kannski 1,5 ára eitthvað svoleiðis. Já, fljótlega eftir að, sko, ég kom til þín fljótlega eftir að ég gaf út mína bók og nú þú komin til mín hérna fljótlega eftir að þú gafst út þína, sko. Já, þetta svona vinnum við dill bara. Já. Hvað þessi bók? 10 skref í 8 innihaldsríku lífi. Hvað mér langaði svolítið mér langaði nú að ræða fleira við þig, en dálítið innihaldið í bókinni. Hver tilurð bókarinnar? Það var bara svolítið þannig að, eins og ég segi svo sem á kóðurinu, að ég ætlaði að vera voða sniðu því að ég byrjaði í mastersnáminu minni í sálfræði og ætlaði að fara að kortleggja hvað einkenndi innihaldsríkt líf á 2 vikum. Okay. Og ég held að það væri bara easy og það myndi bara fatta það út og ég veri bara það með á hreinu og síðan bara geti ég hjálpa fólki að öðlast innihaldsríkara líf. Síðan, líða 1-2 dagar og maður sér bara, því meiri upplýsingar sem skoða, því meiri, svona stærri heimur, því fleiri upplýsingar sem hægt að garfast í og lífið nú flóknar en það heldur en að kortleggja það á 2 vikum. Þannig að fljótlega áttaði maður því að þetta yrði viklega svona mitt lífsverkefni. Og þá kom eiginlega sú hugmynd í hausinn að mér einn dag myndi ég gefa út bók. Okay. Og síðan hefur hún bara verið að vinna í því sem ég er að gera með allir þessa fyrirlestra og klára námið mitt í hagnýttir jákvæðri sálfræði, þjálfunarsálfræði. Og ég var bara komin á þann stað að ég var fann að grípa mig því að hafa svo mikla þörf á að því maður búin að garfast í svo miklu, maður búin að lesa svo mikið, maður búin að hlusta svo mikið, maður alltaf að velta fyrir hvernig maður getur afla sér einhverju upplýsingar til þess að geta hjálpað öðru fólki. Og ég var farin að grípa mig það að ég var að halda fyrirlestra og ég talaði allt og hratt, allt og mikið og fólk fór örugglega ruglaðara út heldur en að koma inn, sko. Þannig að þarna var ég svona komin á það svið að ég þurfti að svala þessari þörf á að, því af hverju maður að lesa og skrifa eitthvað og af hverju maður að pæla þessu hlutum, það til þess að maður getur komið frá sér og það gerir maður með öðru fólki. Þannig að fyrst ég byrjaði að skrifa bók var ég bara svona, ég er að skrifa bók, en svona eftir ég kláraði bókina var ég bara, þetta nákvæmlega sem ég átti að gera á þessum tímamóti. Bara staldra eins við, maður alltaf að pæli, að afla sér meira, alltaf að lesa fleiri bækur, hlusta á fleiri podcast, en maður kannski stendur ekkert við hverja upplýsingar fyrir sig og hver lærdóm fyrir sig og pælir eins meira í því. Þannig að það var komin tími til að ég myndi svala þessari þörf því að ég veit ekki hversu oft ég hef verið við eldhúsborðið að heima á mig með kærustunni og ég hugsa svona ætti ég að fara að tala þessa pælingu við hana og síðan segir svona nei, ég ætla að linna inn í þjóningunni þetta skiptið. Hvað þá? Að þú sért að fara að skrifa bók? Nei, að ég sé með einhverja pælinga í haustum bara einhverja svona eins og maður pælir mikið í bara á dagstælega, sko. En bókin bara afurð þess og afurð allra vinnuna sem ég er búin að gera síðastliðin 3-4 ár. Þannig hún var alltaf í haustum á mér. Síðan bara hitti maður útgefandann og hann sagði bara keyrum á þetta og ég keyrði á þetta og Sami útgefandi og ég með? Já, að Tommi algjörmeistari. Hann ítti mér á staði í þetta, sko. Ég ætlaði ekkert að gefa út bók og hvað þá fyrir jólin, sko. Þannig að hann sagði bara mér líst vel á svo hugmynd. Skrifa bara draft og við hittumst í júlí. Það var bara 1,5 mánuður í júlí og ég bara, það var eitthvað smá byrjaðar og okkur svoleiðis. Og síðan mæti ég í júlí með draftið og hann sagði bara með þetta bók. Sem segir mig, ef við ekki bara keyra þetta fyrir jólin og ég bara klassísku Tommi og ég bara, gerum við bara, kýlum á þetta en bara því meira sem leið á skrifin, það byrjaði bara sem klukkutíma dag í einhver tíma og síðan hitti ég hann, þá 1 klukkutíma, 2 tímum og 3 tímum og 4 tímum og 5 tímum og á þessum tímapunkti þá bara gat ég ekki hægt að hugsa hvernig ég gæti komið bara uppfært bókina, hvernig ég þurfti bara að fá að skrifa mikið á hverjum degi, þetta í þetta són og koma þessum svona upplýsingum frá mér. Og þessi bók náttúrulega bara þannig að nú náttúrulega til þess að náttúrulega byggð á bara nálgunum og aðferðum og kenningum úr sálfræði.
og ég kannski svona aðeins öðru sér þegar maður hugsa sálfræði þá aðalega svona lagaandli veikindi og svona það fyrsta tenging sem kemur hjá manni, allan sálfræðing. Þetta svona meira hin hliðin af andlegri heilsu því að skilgreining World Health Organization á andlegri heilsu að það að einhver áttir sig á möguleikunum sínum, það sem mögulegri getu sinni, hann getur áttir stressið sem fylgir daglega lífinu, hann getur unnið að afkasta mikið máta og hann getur stuðlað einhverju góðu til samfélagsins. Og það ekki eitt orð þarna með lagur einhver andleg veikindi. Þannig ég að nota aðferðir úr sálfræði til þess og allar þessu upplýsingar sem ég búin að vera að garfast í síðastliðin 3-4 ár eða bara úr BS-náminu og mastersnáminu og allt þetta sem maður hefur lesið og skrifað eins og ég sagði áðan. Og ég að færa það sem rannsóknir segja til fólksins svo fólk getur nýtt þessar upplýsingar í að betrumbæta líf sitt, í að færast nær því að eiga líf sem dýrmætt að lifa, þess virði að lifa. Og það sama hvaða pól við tökum það, þá alltaf kjarninn þar. Það alltaf þessi að hafa líf sem tilgangsríkt, hafa líf sem innihaldsríkt, að vaksa með hverjum deginum, að þú veist, því að það hillar mér svo mikið að pæli hvað einkennir bara styrkleika hjá mannfólki, þú veist, hvað einkennir fólk sem þrautsegt, sem segir sannleikan, sem hugrætt þrátt fyrir að upplifa einhvern ótta, hvað einkennir fólk sem í góðum samskiptum við aðra, skilur og ég tel bara að sé margt annað við lífi og tilveruna heldur en að vera bara laus við að líða illa eða vera bara svona fljótandum, hafa bara svona vera smá tómleiki eða mann líður bara svona allt í læ. Ég held að sé miklu meira. En einmitt, ég ætlaði kannski að tala þá eftir en við erum bara komnir þangað beint. Það ég þú ert sálfræði menntaður. Ég var einn daginn einmitt með mjög góðan vin minn sem að þróa leiðir til þess að búa til í raun og veru svona einfaldari lausnir fyrir sálfræði þjónustu gegnum netið og þá vorum við svolítið að ræða þetta með þetta bæði læknisfræðin og sálfræðin hefur svolítið verið þannig og bara heilbrigðiskerfið að það svona, ef við segðum kannski að þú ert á einhverju skala frá 0 upp í 100 í kvíða eða þunglindi eða einhverju, kerfið ekkert að fara að taka neitt við þér fyrir þú ert komin yfir 70 sko. En þú ert kannski í samt svaka skerðing og lífsgæðum í 40 eða 50. Þetta er svolítið eins og þú myndir banna fólki að fara í ræktina fyrir það væri bara orðið algjörlega obes. Það að segja að vantar kannski mitt eins og þú ert að segja hina hliðina. Hvað með bara, það nóg að hlutverk sálfræðings sé bara að einhver sé ekki veikur? Ætti það ekki að vera hlutverk hans að segja, hvað getur við gert þess að þú sért raunverulega hamingjusam? Eða hamingjusam? Nákvæmlega. Hvað getur við gert þess að þetta verði í alvörunni bara rosalega gott? Þannig að þú ert kannski svolítið meira þá á þeirri hlið. Algjörlega á þeirri hlið. Og síðan það er ekkert klippt á skorið, þú getur verið upplifa kvíða. Þú getur verið, þegar geðsjúkdómar byrjuðu að vera, 6 talsins minni mig og nú eru komið greiningar upp á 600. Einmitt. Það er svolítið, eins og Héðinn Unnsteinsson benti á að þá sorg orðið að geðsjúkdómi. Þannig að það sem ég að segja, að þú getur alveg verið upplifað ótta eða kvíða eða eitthvað en samt ekki verið andlega veikur, skilurðu? Algjörlega. Þannig að, Hvað finnst þér með þessar skilgreiningar, einmitt eins og Héðinn, því Héðinn ágætis félagi minn og mér finnst mitt alltaf frábært að hlusta á hann. Og hann hefur svolítið verið að tala um þessar svakalegu greiningar áráttu og síðan að fólk sé að gera greiningarnar að sjálfsmyndinni sinni. Já. Það að segja einhver sem kannski, að því svo ég tala um sjálfum, maður kannski upplifir rosa mikinn kvíða í febrúar, en svo maður bara ekki með kvíða í apríl. En ef maður segir í febrúar, ég kvíðasjúklingur, ég Sölvi kvíðasjúklingur, þá ég náttúrulega bara að segja við heila minn, við ætlum að vera með hann kvíða áfram. Og þá ertu nú réttlæta kvíðanrunni. Já, og gera hann að einhverju sem svona bara, sem ég. Já, sem orðið bara af þér sjálfum í rauninni. Þá ertu bara kvíðinn, staðan fyrir þú sért að upplifa kvíða, skilurðu. En það er kannski svolítið hættulegt, en það er náttúrulega, það, og þetta er alltaf þessu sama umræða að forvinna hlutina, skilurðu. Það er að undirbúa sig undir þessu erfiðleika, því að lífið fjár erfitt, sko. Lífið inniheldur bara röð vandamál, skilurðu. Og það er eðlilegt að vera kvíðinstundum, það er eðlilegt að upplifa stressstundum. Þá getur alveg gott verið að tala með einhvern eða vera búin að undirbúa sig þannig að maður sé klári að takast á við þessa hluti. Auðvitað óumflýjanlega þá mun maður lendi í einhverjum mjög miklu erfiðleikum sem maður getur ekkert undirbúa sig undir eins og gerist. En þú getur samt betrumbætti og verið meira klár í að takast á við lífið. Og þannig líka, því það hefur bara verið aukning á kvíða og þunglindi, aukning á einmanaleika, aukning á andlegum kvillum, það er svona í rauninni annar, svo var svona talin heimsfaraldur áður en að þessi aðal heimsfaraldur kom og greip allt. Þannig að við þurfum að verja meiri effort í það að forvinna erfiðleika strax bara í okkar svona yngstu kynslóðum.
yngsta fólki og þannig gera þau meira klárbúin í að takast á við lífið. Mér finnst gaman að, því ég er búin að lesa stærstan hlutin af þessari bók og hafa mjög gaman að, mér finnst gaman að það er kafliðna sem að heitir stemdu að innihaldsríkur lífi, ekki hamingjuríku. Hvað er það að tala um þar? Já. Af því nú er rosalega oft sagt að bara, þú veist, tilgangur með þessu öllu er að vera hamingjusamur. Já, það er svolítið vinsælt, en þá förum við það hvað er að vera hamingjusamur, hvað er að upplifa hamingju og ég held að flestir tengi hamingju við þessa hedoníska hamingju sem er í rauninni bara einhver ástand þar sem þú upplifir jákvæðar tilfinningar á neikvæðar tilfinningar, þar sem þú ert ánægður, þar sem þú ert kannski þú ert búin að ná markmiðunum, þú ferði í partí, þú borðar góða mat, þessi svona skamvinn sælan sem varir ekki til langa tíma. Og maður hefur alveg verið á þeim stað, maður er að bíða eftir því að, þú veist, að margir hafa verið líka á þeim stað, þú ert að bíða eftir að klára gráðuna, þú ert að bíða eftir að klára vinnundaginn, þú ert að bíða eftir að helgin komi, þú ert að bíða eftir einhverjum stað sem á að veita rosa mikla ánægju og þægindi og svoleiðis, skiljum við. Og þetta svona þessi að vera í rauninni kannski sálfræðin út af því að jákvæð sálfræði er svona mjög mikið svona velliðunar hamingju fræði í rauninni og þetta er svo köllum þetta að vera hamingjusamur kannski í lífinu en síðan er það næsta að það er þessi eudaimonia sem er að vera hamingjusamur með lífið að vera hamingjusamur með vegferðina sem þú ert á að þú sért að vaxa á hverjum degi leiðina áttina markmiðum og það er svona meiri svona þeir tala oft þetta sem æðri hamingja en ástæðan fyrir því að ég segja að maður er að stefna að innihaldsríku lífi er að það er kannski að maður er alltaf í fyrsta lagi að maður er alltaf að leita því að þessari hamingju, þessu ástandi að þá munum bara færast fjær og fjær manni og þú ert alltaf að elta hamingjuna runni. Er það ekki dálítið þannig að ef þér tekst að lifa innihaldsríku lífi þá er mjög líklegt að hamingjan verði side product af því? Nákvæmlega, það verði í rauninni afleiðing af því og líka ástæðan hverju segi að ef þú ætlar alltaf að bíða eftir þessum augnablikum þú veist, þú býður í 3 ár til þess að klára 1 gráðu og ætla síðan að vera hamingjusamur, þá fyrir lífið bara í bið. Það sama með, og ætlar að býða á hverjum einasta virkan degi eftir að helgin kemur, þá fyrir lífið í bið 5 daga vikunar, sko. Þá ertu bara að sóa lífinu, skilur. Þú ert bara að býða eftir að upplifa ástand sem varir bara stuttan tíma. Og eins og þú segir, að þá maður frekar að stefna innihaldsríku lífi því að, eins og ég sagði á hann, lífið er krefandi, lífið er þjáning, það er fyrsti sannleikur búddisma í rauninni. Þannig að það er að fara að koma í gegn eða þjáninguna því að í innihaldsríku lífi þá er alveg pláss fyrir erfiða tíma. Það er pláss fyrir krefandi tíma. Það er ekkert hamingjusamt að lifa innihaldsríku lífi stundum. Það er ekki, veist. Það er svolítið það sem að ég sé kannski svona þegar maður sér svona eins og nú er ég nú ekki alhæfin eins og bara þegar ég tók tímabil sem ég var mikið innan fólk sem hefur gert mikið jóga og svona þá er það einmitt þetta að það jafnvel hjá því fólki verður skömm yfir því að vera eitthvað annað en svakalega hamingjusamur. Og mér fannst alltaf best að fara í jógatíma hjá þeim kennurum sem voru þannig að þeir jafnvel bara adressuðu að í dag er ég bara rosa erfiðum degi. Þá var þetta kannski bara ennþá dýpra og betra því það er bara, við erum öll alls konar. Já. Það þýðir ekki að lífið mitt sé endilega á leiðinni í eitthvað ranga átt. Nei. Þó ég eigi eitthvað erfiðan dag núna því ég svaf illa eða það er orðið dimmt úti eða eitthvað. Er það ekki svolítið líka þetta með munin á því hvort við festumst í hlutum, ef við einhvern veginn ætlumst til sem við séum alltaf hamingjusum og síðan koma nokkrir dagar þar sem eru það bara ekki, þá gerum við einhverja greining úr því, eða rosalega mikið vandamál í staðin fyrir að sé bara, lífið er bara upp og niður. Þá verður þessi mistök, sko. Þá ert þú ekki að uppfylla sanna lífsmarkmið að verða hamingjusamur, basically. Og það er bara ekki, það er ekki raunhæft. Það er ekki raunhæft að vera á þessu ský og væri það að vera bara þessu ský sem alltaf hamingjusamur og væri það gaman. Þurftir ekki bara að vera eitthvað að upplifa eitthvað ekstra mikið til þess að verða eitthvað smá hamingjusamur. Þú veist, er ekki þessi slæmu dagar eða þessar erfiðu að krefjandi tilfinningar, eru það ekki svolítið að eru það ekki til út af hinum tilfinningum, skilur? Eru það ekki til út af því að það eru góðu tímar? Eru slæmum tímar ekki að því að það eru góðu tímar? Er hamingja ekki til því að til sorg eða depur, skilur? Þannig að mér finnst ég lesa svolítið í gegnum línurnar í bókinni, svolítið skemmtilegt að þú hafir tekið tímabil þar sem gerist oft með þá sem eru mikið að pæla í markmiðum og mikið að pæla í einmitt að svona, þú veist, taka ábyrgð á lífinu, ekki vera að sóa tímanum sínum, að svo getur maður að fara oflangt í þá átt. Maður er einhvern veginn farin að vera rosalega strikt og agaður í öllu sem maður gerir
og þá fattar maður, heyrðu, það sem við vantar kannski núna aðeins meira af þessu kæruleysi og öllu þessu. Það er það ekki rétt lesið á mér? Bara 100%. Þú ert bara að taka þetta sko alveg, því að ég klesti alveg á smá vegg sko, með það. Og var að einbeita mér alltaf mikið að sjálfum mér og tók lífinu mér alltaf alvarlega sko. Og ég held að þú þurfir svolítið að klessa á hana vegg og þetta svolítið svo við telum margir lenda í, þú veist. Þú verður svona meðvitaðar í rauninni og pælir í meiri hlutum og ert svona meira að fókusa á kannski einhvern fram á og nýta hvert einasta augnablik til þess ítrasta. Þá farið bara kvíða tilfinningur í magann þú leiðir að horfa í þátt því að þið finnst þess að að gera eitthvað annað. Og ég svolítið bara tók tímabil sem ég bara svona einangraði mig sko. Ég var bara sjálfur í mínu fyrsta lagi því að ég elskaði það reyndar sko, alltaf að vera í flæði og alltaf að lesa, þú veist, þetta bara í sónið og ég elskaði alveg, en ég var ekki að næra félagslegu tengsli mín og ég var bara leiðilegur, ég var ekki, þú veist, ég ándjóks, ég var leiðilegur. Það er það sem gerist, ég hef tekið svona tímabil líka, maður verður leiðilegur. Já, og það er bara fólki í kringum maður, það var ekki fyrir hérna kærast að banka í mig og bara spurði mig hvað anskotunum ég var að gera sko. Einmitt. Bara hérna, þú bara orðin svona skilur og hérna, þú veist, maður farin að setja forgangsraða hlutum eins og að lesa eða jafnvel, að maður vildi ekki fara í félagslega aðstæða því maður tók því svo alvarlega því maður ætlaði að sofa sko vel og maður ætlaði að vakna fyrr og maður ætlaði að borða svo hollt að maður vildi ekki fara því að það er smá svona oft fylgir óhollu matur félagslegum aðstæðum, skilur og maður farin að ranga það herra heldur en félagslegu tengsli manns. En hvernig afvindum maður þegar maður er komin inn á þennan stað? Hvernig afvindum maður því síðan fann maður að hugsa, ok, það er ekki gott fyrir maður að vera svona anal, þannig að nú ætla ég að taka svona marga klukkutíma og vera kærulaus, en þá er maður samt að setja kærulausið inn í sama agaboxið. Sko. Já. Þannig að verður maður í raun og veru bara smátt að reyna Já, þú veist, þetta er eins og allt, þú finnur ekkert, þú veist alltaf að tala um að finna milliveginn að finna jafnvægi, sko. Þú finnur ekkert að jafnvægi, sko. Nei. Þú færist bara nærði, sko. Þannig að það er bara fylgjast með sjálfum sér, hvernig maður haga sér, hvernig maður líður, þú veist, og það er bara erfitt, sko. Það er svo erfitt að vera stundum, því að hausinn minn er svona forritaður að bara allar ákvarðanir, þá er ég bara að hugsa bara hvernig mér myndi að hafa áhrif eftir 3 tíma, 5 tíma á morgun. Og það er stundum bara, sem ég næði að gera stundum, að það er bara slökk á þessu. Að það er bara, nú fer ég bara og geri þetta sem sem skamminu sælu, að þú veist, geri þetta sem er bara að gefa mér ánægju, skilurðu. Og kannski það líka að ég ákvað það bara að ég myndi forgangsraða félagslegu tengslunum til dæmis töluvert hærra heldur en hitt sem ég er að gera í rauninni og í rauninni tók það líka bara á mig að tók það á mig, komst bara því að það skiptir engu máli þegar ég verð endur svona 120 ára en hérna ég veit ekki, en það skiptir engu máli hvort að ég verð með lægri fituprósentu eða 5 kílóum þyngri þegar ég verð þegar ég var svona gamall og það skiptir engu máli hvort ég verð búin að skrifa einhverja vísindagreinar eða hvort ég er búin að lesa þetta marga bækur og hlusta þetta marga podcast en það skiptir öllu máli er upplifanir með fólkinu mínu hvernig ég nærði tengslin af fólkinu í kringum mig og í rauninni naut þessi lítrasa, ekki vera á staðnum og vera að hugsa bara, ég á að vera að gera eitthvað annað, ég á að vera að sofa, ég á að vera að borða hollara, þá er ég bara byrjaður að valja á tengsli mér meira og er núna orðin svona meiri forsprakkin á því að hitta vini mína, nú er svona hjólinn byrjað að snúast við, nú er ég svona byrjaður að plana alla hittinga og svona, því að ég bara kann svo mikið að meta og skemmtilegstu augnablikin í lífinu er með öðru fólki, þannig að ég var svo fegin að ég klesti á hana vegg, sko, því að það kenndi mér svona ímislegt sko. Hvernig mér gaman þegar ég var að spjalla þig og Rapp Franklin einhvern tíðan þetta svona með að vera skrýnikallinn? Já. Því þú segir að þú sitt núna með frunga er þetta sömu vinir og varst máður? Því að mér var svo gaman að þið voru svona aðeins að velta þessu fyrir okkur báðir svona, þú veist, myndalegi strákar sem eru alveg svona bara búin að gera hefðbundna hluti og eru þá kannski að umgangast fólk sem er í hefðbundnum hlutum og allt í þið þið orðnir svolítið öðruvísi. Já. Það er kannski smá erfitt, því ég var í því fyrir svolítið svona einhverjum árum síðan, nú er ég bara orðin þannig að eiginlega allir sem ég umgengst eru jafn skrýtnir eða skrýtnar en ég þannig að mér er svo gaman að þegar þið er að heyra eitthvað tala um þetta og þú sagði, já, ég tengi við ég var einu svona þarna, sko. Hvernig það, þú veist er fólki í kringu þið búið að taka þér í því að þú sért aðeins skrýtin eða eru þau orðin aðeins skrýtnari með þér eða bara komið nýtt fólk í kringu þig? Sko, já, þetta er góð spurning, sko. Því að þetta er smá
þetta hefði verið smá svona einmannleg vegferð í rauninni frá því að, eins og ég tala um bókinni, frá gamla begga inn í begga. Þú veist, maður verður einhvern veginn meðvitaður vini sinni í kringu sig og auðvitað rosa sárt að maður ekki eins nálagt sumum einsleikum og maður var þegar maður var yngri, skilur. Og fyrir nokkrum árum síðan, skilur. Þannig að ég klárlega fjarlægst einhverja vini mína, en á sama skapi þá hef ég alltaf fundið fyrir því til dæmis að þeir sem eru í rauninni að ég á í færri en betri tengslum í rauninni og það er fólk sem hefur tekið mig eins og ég basically, skilur. Og það taka mig allir vinir mín í dag sem umgengst eins og ég og að sama skapi þá hef ég líka farið aftur tilbaka smá, skilur. Þú veist, ég aftur, þú veist, eftir að maður byrjar að forgangsla hlutunum sem ég var að tala um áðan og eftir að maður klesti á hana smá svona vegg að þá er maður líka farin að vera, þú veist, að hafa smá gaman á lífinu og vera smá skemmtilegur og svona. En þetta var einmannleg vegferð og líka bara, þú veist, bara varandi maka, varandi vini og þannig að ég myndi segja, ég klárlega og með því að vera skrýtningurinn að þá hefur maður náttúrulega samkað að sig líka öðru fólki sem í svipu pælingum á sjálfum sem tengir gjössalega algjörlega við mann. En síðan náttúrulega þessi spurning, það sem þið voruð að tala um á þessum punkti, þú var og ég var að tala um hjá mér, það að vera skrítin í raun og veru engangu skrítið út af því að normið svo ruglað. Já. Það að segja, það ekkert skrítið að vera bara að allir séu sósu ölvaður helgar og þú veist, þannig í raun og veru þú ert skrítin að því þú ert heilbrigður, sko. Já, í rauninni. Svolítið svoleið, sko. Og það ógeðslega erfitt að taka þann pól, sko. Ég veit það. Þú eru upplifað að þú ferð í þessa, þú ákveður að fara í þessa vegferð, þá smá ekki eftir snúið, sko. Og þá ferð að pæla í öllum þessum hlutum, skilur, eins og ég man bara því ég var oft nú fyrir mörgum árum síðan, að það var alltaf einhver samviska banki í hausinn á mér, skilur, eins og maður fær. Þú fær samviskubiti úr að horfa á 5 Netflix-þættir og ég var oft, þú veist, kannski... Ég reyndi að fæða ekki að þetta eru góðu þættir. Já, það er mjög góð panning. Þegar ég var í Breaking Bad, sko, og var að raðhorfa og ég... Nei, ok. Nema ef ég var farin að horfa á það langt fram á kvöldið að koma niður á vinnunum minni daginn eftir. En ég skil hvort að fara. Já, en þá svona... Þá einhvern veginn eins og þá til dæmis var að banki í hausinn á manni þegar maður kannski að drekka. Og maður var kannski á, ég veit ekki, einhvern skemmtistað B5 eða eitthvað og maður var kannski bara stauraður og sér var maður með drykk í hendinni og 3:00 og sér var maður bara, hvað í andskotanum ég að gera? Og ég tók mér svolítið tíma að hlusta á þessa rödd, sko. Og einhvern veginn núna að þá hef ég gert það meira, ég hlusta á röddina og hvað hún nákvæmlega að segja við mig í rauninni, þessi samviska sem að banka í mig, skilur. Þannig að það eins og ég segi, þá krefjandi að fara í þessa vegferð og sko, áhugavert þú talar líka að þú veist, þetta í rauninni og ég tengi alveg við það, mér finnst þetta ekki skrítið, skilur. Ég kalla mér bara skrýtninga en þegar öðrum finnst það skrítið, en það er bara því að þessi rödd sem þú ert að tala sem jafn mikið og þetta bæði hefur maður kannski upplifað sjálfur og sér fólk sem verður of anal að þá samt þessi rödd sem þú ert að lýsa hún bankar upp á hjá öllum og það er eiginlega mjög heilbrigt þegar ég sé fólk þar sem þessi rödd byrja að banka mjög sterkt þegar viðkomandi 18 og 19 ára að því rosalega margir byrja að fá þetta bank þegar þeir eru 60 sko. Já, heyrðu, shit, ég bara í rosa slæmu formi, shit, ég að drekka of mikið það hefði verið fínt að fatta það aðeins fyrir sko. Fá þessa rödd aðeins sterkar og lítið fyrir sko. Já, algjörlega og síðan fá sumir þessu rödd eins og ég veit alveg á að gera þetta, ég veit alveg á að bóða eins og allir tala ég veit alveg á svo, ég veit alveg á ekki að vera að drekka mig blindfullan, ég veit ekki á að gera þetta, ég veit ekki á að vera í horfa á barnið mitt í staðinn fyrir símanum, ég veit þetta allt en ég fæ mig ekki til að gera það en þá þarf maður svolítið bara að hlusta. En það kannski annað sem langaði svolítið að tala við það því þú gefur út bók sem heitir 10 skref í 8 að innihaldsríku lífi og með svona alls konar ráð og svolítið eins og í allt annað vinkill en ég var með í bókinni minni og það sem ég hugsa bara, þú veist hvernig ætla ég að ætlast til þess að fólk fari eftir þessu þegar ég fer ekki einu eftir þessu sjálfur þetta sem þú ert að tala við erum á tímum þar sem rosalega margir og eiginlega flestir vita rosalega mikið stærsta spurningin af hverju förum við ekki eftir þessu hvað, ertu með einhver svör við því? Af hverju, því ég þekki einn og einn einstakling eins og Einar Karl vinur minn sem á Primal og Evert CrossFit Reykjavík sem eru svona náungar sem bara, þetta vont fyrir mig, ég hættur þessu og þeir eru bara hættir þessu í alvörunni ég þarf að gera þessi mistök svona 300 sinnum áður en ég hætti þessu sko og þá kannski held ég mér þessu áfram sko hvað
hvað það sem veldur í að við, þú veist, eins og maður les svona bók eins og þína, maður tekur þetta allt inn, ég ætla að gera, svo fer ég ekki eftir þessu. Akkur það? Hugsanlega gleymur þessu. Hugsanlega svo flókið, ég held það sé líka málið, að þetta alltaf flókið. Það svo flókið að, hvað átt að gera svo mikið, svo svo mikið upplýsingum úti. Myndirðu ráðleggja fólki að byrja á einum hlut? Eða byrja á einhverju litlu, ef það ætlar að execúta breytingar? Ég man ekki hvort að Carl Jung var með quote people don't see God because they don't aim low enough, sem þýðir bara basically það að það er mér ekki nóg lágt. Og jú, það er lykilatriði, þú veist, og maður vaknar ekkert einn daginn og bara hættir öllu eins og við viljum bara taka þessa eina pillu sem reddar hlutunum, við viljum bara svo núna 9 ári að fara að gangi í garð, nú kemur enda mánuður sem allir svo svart og síðan allir að fara að gera sig í brók í janúar, þá allir að fara að gera allt sko, allir að fara að taka, þú veist, allir að fara í keto, ísbað, félagslegu tengsli, vera besta mamman, besti starfsmaður, og ég held að sé bara svolítið mikið og þú svolítið móðið þegar þú tekur þessu ákvörðun og það verður bara allt og mikið, allt og flókið sem gerir það verkum að þú hætti þig basically sko. En ég held að sé bara að átta sig á hver maður vill vera, þú veist, hvað vill maður standa fyrir, hvert er value systemið hjá manni, þú veist, hvert er þetta að fara, skilur líka, ég held að það skiptir rosalega miklu máli því að fólk þarf að hafa einhverja ástæðu fyrir því af hverju það er að sleppa ákveðnum hlutum, skilur. Þú talum að þú getur tengt daglega venjur við einhvað sem væri þá á gildin þín, eða eitthvað stærra. Já, gildin og líka kannski bara hvernig þú trúir og sérð heiminn og líka er rauninni hvert þú ert að stefna, skilur. Það verður að synk þar á milli, sko, það verður að tengjast. Þannig að manneskja sem er kannski að setja sér eitthvað annað langar að breyta einhverju í lífi sínu, að þá er miklu ólíklegur hún framfylgið þessum breytingum ef hún skilur ekki alveg af hverju hún er að gera það. Það er náttúrulega algjör lykill. Og hvað er það aftur þá? Hver væri besta leiðin til þess að reyna að komast að gildunum sínum? Eða komast að því einmitt að, já, ástæðan fyrir því að ég er ekki að fá mig nóga kropp í kvöld er að það veldur í síðan kannski sef illa sem síðan á endanum veldur í að vera verri faðir eða móðir. Þannig að ástæðan fyrir því að ég get ekki nóga kroppið er ég vil vera betri pappi. Já, það er þessi tenging. Flestir eru kannski ekki alveg komnir þangað að geta verið að tengja þessar daglegu athafnir við, áttu einhver ráð til þess að byrja þá vinnu? Það er náttúrulega bara svona einhvers konar markmið að vinna. Já, nákvæmlega. Það er fyrstilega bara ímynda sér í rauninni sjá fyrir sér næsta árið eða 3 ár, hvernig engsleikur þú vilt verða, skilur, og hvað viltu taka inn í myndina og vilt taka inn í svona persónulega svið, heilsuna og kannski áhugamáliðin, eða frítímaðin, sem viltu taka náttúrulega félagslegu tengsli inn í myndina, þú veist, hvernig samskipti viltu eiga við makaðin og bönnin og í vinnunni og svo framvegis, og síðan viltu eiga eitthvað markmið í vinnunni, held ég, einhverja sýn í vinnunni, þetta er svona það sem lífi snýst í grunninum, myndi ég segja. Þannig að fyrst þarf að velta því fyrir sér og að vera með svona smá, maður er aldrei með hlutin að skýra, en að velta því fyrir sér, hvernig ef ég myndi eins misjafnari ég er, eða eins mislukkurari ég, hvað þyrfti ég að gera til þess að ég yrði bara ánæður. Ef ég sé fyrir mér eftir ár eða eftir 3 ár, þannig er ég ánæður með líf mitt. Þannig er ég ánæður með einslíki sem ég hef. Þannig að þú ímyndaði það og sér það fyrir þér og síðan skrifar það niður, sem svona fyrsta skrifið. Og þar á eftir, út frá þeirri sín, þá er hægt að fara í svona smá meiri svona ítarlegri markmiðasetningu. Þá er hægt að segja, þú veist, ég ætla að vera svona heilsusamlegur, ég ætla að sambandið mitt með makaðið minn verður svona betra eða eitthvað svoleiðis, að ég ætla að vera betri faðir eitthvað svoleiðis. Og út frá því að þá spyrðu sjálfa þig, af hverju vil ég vera eins og þú segir, af hverju á ég að sleppa þessu nógakroppi? Já, hugsalega því að, ok, ég fæ mér nógakropp og ég er að reyna að vera heilsusamlegri, búin að ímynda að setja fyrir heilsusamlegri, búin að skrifa það niður og ok, ef ég fæ mér nógakropp þá færist ég fjær markmiðinu mínu, færist ég nær fjær sýninu minni og líka sem gerist er að af hverju á ég að sleppa nógakroppinu? Jú, þetta því að mér finnst ég þurfa að vera heilbrigður einstaklingur því að þá hef ég meiri orku alltaf krakka minn, skilur ég hef meiri orku í vinnunni, ég er betri maki, þannig að ná einhvern veginn þessari tengingu og líka ekki bara að segja þetta, þú bara ná þessu út. Þú verður að ná þessu út með að tala myndi, að skrifa myndi eitthvað svoleiðis, því að það er eitt að í rauninni vera með hlutin í hausnum, en það er annað að átta sig algjörlega á honum með því að tala og með því að skrifa. Þarna er þessi komin því að hvert einsta markmið er svona kannski byggt á ákveðnu svona value system í rauninni, en það tengist alltaf svona herra og herra markmið, ok, kannski fyrsta er bara, já, ég vil ekki bæta á mig
bæta með kílóum eða Einmitt. og síðan ferðu aðeins dýpri í það og þá ertu, og komin allt í það, heyrðu, ég vil bara lifa aðeins lengur fyrir börnum mín, ég vil hafa meira orku til þess að elda bandaböndum mín, sko. Ég veit ekki, ég hef verið svolítið upptekinn að þessu eftir að hafa haldið allir þess að heilsufyrirlestur og tala það einmitt, núna þú talaður þetta með desember og síðan janúar. Jafnvel þó að við eyðum rosa tíma í þegar að við erum komið nóg mikið samviskubit og niður ef og dót, þá eyðum við rosa miklum peningum og orku og tíma í nýja kúrinn eða nýja hreyfiprógram eða eitthvað, en við eyðum flest rosalega litlum tími að skoða hvert ég að fara og af hverju ég að þessu. Þannig að flestir í raun og veru bara að þessu að því þeir eru með einhverja rosalega skítatilfinningu að þeir eru búin að drekka mikið og borða mikið og eru konum bara svona mér langar bara að losna við þetta. Og ég er í raun og veru bara að þessu til þess og þá bara leiðum mér að fyrir að líðast betur þá fara venjurnar út í vaskin. Því ég veit ekkert af hverju ég er að þessu öðruvís en bara að láta mig líða þess betur. Það er ekkert mjög sustainable að svona fara í einhverja lífstílsbreytingar bara til þess að reyna að láta sér líða eitthvað okkur lítið betur. Nei. Maður verður að vera með einhvern aðeins meiri tilgang. Algjörlega og þessi tilgang og ástæðan bak við það sem þetta gera því að þá myndist þessi innri hvatning, skilur, þessi ytri hvatning, ég ætla að missa x kíló eða ég ætla að vera þessum kúri x annan tíma, skilur. Það virkar í skamman tíma en síðan bara dettur aftur í sama farið, skilur. Myndirðu segja að þú notar orðið innri og ytri hvatning, myndirðu segja að innri hvatning sé eitthvað sem að við getum þó flest kannski unnið í að þróa betur? Já, klálega. Ég held að fólk sem er allt og mikla áherslu bara minni reynslu í þjálfunarsálfræðinni því ég tala við það fólk til mín að þá er rosalega mikið ytri hvatningu, sko. Og Hvað kallar ytri hvatning? Er það bara umhverfið og álit annara og eitthvað svona? Já, og rauninni einhver svona ytri, út að gera eitthvað út af einhverju ytra, skilur, þú ert að gera eitthvað út af því að eitthvað gerist þegar þú nær markmiðinu, þegar þá myndu missa x kíló eða þú mynd fá þetta eða, þú veist, í staðin fyrir að þú gerir eitthvað og meðan þú ert að gera, ert að finna að þú ert að vera betri maður með þú ert að gera það, skilur, með þú finnur þetta dræf, skilur, og finnur það á hverjum einasta degi. Þannig að ég held þetta sé bara þannig, en svo, ég sé heiminn bara gegnum mínu svona value systemi, bara vöxtur. Bara vöxtur, ég sé heiminn í gegnum vöxt, þess vegna er ég alltaf að staldra við hvernig næsta ákvarðanir, þú veist, er ég að fara að vaxa úr þessari ákvarðan eða er hún að fara ekki að láta mig vaxa. Og út af því að það er svo innbyggt í hvernig ég sé heiminn, að það hefur það svo mikið, rosalega mikil áhrif á mig bara því ég vakna á mótnana hvað ég er að fara að gera og það er svo rosalega mikil áhrif á ákvarðanir mínar. Ég líka með þokkalega skýra sín hvert ég er að fara. Ég veit ekkert almennilega, þú veist, ég veit ekkert nákvæmlega hvað ég er að fara að gera eftir 5 ár eða 3 ár, skilur en ég veit alveg hvernig einsleikur ég vill vera. Og ég held að þú tengir þessi gildið þín við það sem þú ert að stefna að þá ferð að sjá heiminn í gegnum það, skilur. Þú ferð að sjá, eins og þú segir, ef þú staldrar við, ekki bara í móðu og gerir hlutina af því þú ætlar að gera þá, staldrar aðeins við, ímyndar, hvert til stefna, þá byrjar að sjá heiminn í gegnum þá stefnu. Þá er athygling á þeim hlutum, já, ok, ég er líklegri til, út af þetta er að fara að ógna því sem ég er að stefna, þá er ég líklegri til að velja hinn mannakostin, skilur. Eða ég er að fara að gera meira af þessu hlut, því að hann er að fara að hjálpa mér að færa snær þessum einslíki. Þannig að það réttlætir svona þessar ákvarðanir og gera það miklu auðveldari. Þannig að maður verður að vita sirka hvern einslíku maður vill vera. Því að það mun hafa svo miklu áhrif á hvernig þú sérð heiminn og það auðveldar allt, skilur. En þá er spurningin hvernig eiga markmiðin að vera. Og þá er næsta spurning ekki of há, skilur. Hæfilega krefendi, þú ert að hafa raunverulega möguleika á að ná þeim. Og þess vegna er alltaf miklu betra að byrja með slæmplan. Maður er alltaf að pæli, þú veist, ég kann ekki að gera hlutina eða ég veit ekki hvernig það verður nákvæmlega því ég byrja með slæmplan, hvort er að fara að uppfæra það, sko. Það er bara að fara að fylgja upp svona 50%. Þannig að... En er það ekki, ég hef mikið verið að velta þessu fyrir mér, er ekki ástæðan fyrir að flestir setja sér of háleit markmið? Þetta er raun og veru ekkert of háleit markmið. Fólk ætla bara að fara alltaf hratt í þetta. Af hverju ætla fólk að fara alltaf hratt í þetta? Það er vegna þess að hvatningin fyrir markmiðasetningunni er samviskubit og niður. Skilur, þú veist, það er svona, ef ég væri bara í rosalega góð jafnvægi þegar ég sest niður og set mér einhver heilsumarkmið, við ætlum að bæta þetta um 15% og við ætlum að gera þetta. En ástæðan fyrir að fólk er svona, það ætla að breyta þessu öllu bara, það er að því að ég er búin að vera að gera eitthvað sem er svo slæmt og mér líður svo illa með mig. Þannig að það er kannski fyrsta skekkjan, að fara í markmiðasetninguna út frá samviskubiti. Algjörlega. Það er ekki mjög sniðugt. Því hvað gerur þá? Þá stefnir allt á hátt. Miðað við það, þú ætlar að taka allt í gegn, því þú ert með samviskubit, skilur, sem er bara gert til þess að feila, skilur. Já, þegar þú feilar, þá býrðu til meira samviskubit. Já, þá dæmur þú fyrir að hafa ekki klára og þá setur þú ennþá strangari markmið og reglur. Það er rosalega vítarhingur. Já. En þetta með innri og ytri hvatninguna, sko, því það er eitt sem að, einmitt kemur svolítið fram í bókinni líka, og hann kom fram í fjölmiðlum líka, þegar þú hættir í fótboltanum. Já.
Því það sem ég hugsaði, og ég var alveg svona fólk á manns konar skoðanir ás, alltaf fólk með rosa skoðanir ás, ég var alltaf búin að vera að kalla þið svikulega fyrirliðin hérna heil lengi og svona. Þá hugsaði ég allavega, ok, eina sem ég veit, að því ég ekkert mikið inn í íslensku fótbolta, þetta hugrækt hjá hann. Af hverju vegna þess að hitt miklu auðveldara. Það miklu auðveldara að halda áfram, sko. Og þá hugsaði ég með þetta bara ytri hvatningin fyrir þig þarna öll að halda áfram. Það að segja, hvað gerist þú tekur þessu ákvörðun? Liðsfélagarnir eru að vera fúlir út í mig, eigendur liðsins eru að vera fúlir út í mig, ef þetta fyrir fjölmiðla þá er fólk að fara að segja býta hann er að yfirgefa versta tíma, þannig í raun og veru rosalega margir kraftar sem að hefði átt að vera bara ok, mér langar að hætta en ég ætla núna að láta hafa það allavega að klára tímabilið. Var ekki erfitt fyrir þig að, og þurftir þú þá ekki að vera búin að vinna þóldi mikla vinni þér til þess að þú var að taka þessa ákvörðun á þessum tímapunkti? Jú, og þetta var eina ástæðan okkur ég var ekki, vildi ekki taka ákvörðunina. Að ég vildi ekki ákveða að hætta, það var út af því þessari ytri hvatningu, ekki bara ytri hvatningu frá að vera í fótboltaskilur, því að það var náttúrulega erfiðast í þessu og þetta var náttúrulega ef við tökum bara Fjölni út fyrir síðan, þá var þetta ekki rétt ákvörðun, við tökum bara Fjölni út fyrir síðan, skilur. Og erfiðast að vera í þessu var náttúrulega þetta, það var þessi ytri pressa á að vera bregðast kannski liðsfélögunum. En af hverju segirðu að tökum Fjölni út fyrir síðan, var þetta ekki rétt ákvörðun? Við tökum bara þeirra sjónarhorn. Út af því að þetta var náttúrulega stutt fyrir móturunni og skil vel bara ef það er einhver fúllundum mig og svona en í stærra menginu þá var þetta náttúrulega hárrétt ákvörðun og tekur alla í einu myndina ekki bara mig sjálfan og ég myndi pæli í þessu er það sjálfsagt að hætti í fótbolta? Ég hugsaði bara ég er að hætti í fótbolta þess að gera allt sem ég fæ svo mikla ánægju fyrir að gera en samt er erfitt að gera því eins og þú sagðir, ég kann fótbolta, ég er góður í fótbolta ég gæti verið í fótbolta næstu 5-6 árin ágætist tekjum og haft það bara gott en þessna var ógeðslega erfitt að taka þessi 3 samtölu, ég vaknaði bara fyrst í morgun og hugsaði bara hvernig fór ég að þessu Já, ég hugsaði það ertu meðvitað að stíga inn í eitthvað sem, ég gefi mér það að þú sé það vel gefin, að þú ert meðvitað að stíga inn í bara, ég er að fara að ákveða eitthvað sem mun láta fólk vera brjála út í mig og það er aldrei auðvelt. Nei, það var ótrúlega krefandi, og það líka sama skapi að hætti einhverju sem þú hefur gert svo mörg ár, sem þú hefur elskað að gera í svo mörg ár, sem er svo stórt eftir þú tókst þess ákvörðun að hún hafi verið röng? Það var eiginlega poppað upp, kannski bara var þetta röng ákvörðun, eins og kemur bara að hugsa hann að koma. En ég færist alltaf, ég er bara ótrúlega sáttur, og hún er bara, er alltaf á því að það sé rétt ákvörðun og finn fyrir því, en ef þetta, síðan kemur, maður saknar fótbolta, skilur, koma hluti sem að bara, og tók sem sjálf gefnu eins og gerist í lífinu, skilur, ég saknaði að vera með strákunum, ég saknaði að vera í liði, ég saknaði að spila leiki, ég saknaði þess að eiga góða tæklingu og ég vil skora einhver mörk eins og maður gerði svona einu sinni. En það er ekkert sem trompar það sem ég er að gera núna, að ég fái bara, heildarpakkan sakna ég ekki. Að geta verið að gera allt sem ég er að gera núna, það trompar það bara mæl, Hvort var það að þið finnst fótboltinn verið að taka of mikið frá því sem þú gætir annars verið að gera, eða bara ánægðin þín að fótboltan, að þú hefðir geta verið að gera fótboltan með því sem þú ert að gera, en það bara var orðið það mikið, bara ekki ástríða hjá þér að þú varst að hætta Þetta var miklu meiri sákunum var miklu meiri tekin bara fyrir ást fyrir því að ég vildi bara keyra á þetta sem ég hafði. Ég er í staðinn fyrir það að ég var orðin leiður á fótboltanum. Tekur þetta það mikla athygli og orku og tíma að vera fótboltamaður á þessu level á Íslandi? Já. Gerir það Ég meina þetta þú æfingar og æfir eins og 2 dag og ég gerir bara ekki hluti að gera það 100% Nei. Það er bara ekki í myndinni. Væri þá engin partur að því að elska kannski leikinn sem myndir segja, ég ætla bara að taka aftur upp skóna og fara í utandeildina þar sem enga kröfur á mig, skilur. Ég veit. Bara því mig langar að spila fótbolta. Já, jú, fótbolta En ég hef ekki snert bolta sín hætti Nei, en síðan var einhverju félagar minni í fótboltandaginn og ég var brjálaður hringt í þannig okkur hringdur ekki mig Þannig að, jú, og eins og segi, jú, mér finnst alveg gaman í fótbolta og ég held ég muni alveg sprikleika bráðum, En þetta var eitthvað sem ég taldi mig þurfa að gera þó að það var ótrúlega krefendi, ég meina, ég titraði allur hann yfir daginn þegar ég ætlaði að fara, þegar ég þurfti að taka þessi 3 samtöl, ég ætlaði náttúrulega bara að taka samtöl við þjálfarana, stjórnarformennina og leikmennina og klára þetta bara af, skilur og ég var bara labbandi hann í
í Gráhaunum og með gamla hverju með einhverja dramatíska tónlist í eyrunum og var bara, ég bara að fara að gera þetta og ándjóks í svona, já, eins og ég segi, klukkutíma fyrir og síðan náttúrulega bara þegar maður mætir inn í aðstæðan og þú náttúrulega bjóst enginn við þessu. Nei. Það var kannski það líka. Hvernig voru viðbröðin? Bara eins og ég bara ég var komin í æfingu að sjá bara hissandi svipi sko. Því að bara það var rosalega svona óvænt og komum við svona litið opna skjöldu sko, bara öllum sem var þessi standa sko. Bjóst enginn við að ég var að hóa þeim saman á mismunandi tíma til þess að hætta sko. Rann ósætti fljótt af mönnum eða upplifir það sé ennþá ósætt út í þig? Sko, það sem ég kann rosalega mikið að meta að þau virtu allir ákvörðunum mína. Auðvitað reyndu að halda mér áfram og auðvitað voru að reyna að fá mig til að hugsa þetta meira og svona þeir sögðu allir, við telum þetta rönga ákvörðun skilur, en þeir virtu allir ákvörðunum mína, sérstaklega þjálfararnir og stjórnarformennir. Auðvitað einhver ergja í mér skilur, í minn garð og ég skil hann alveg skilur og það má alveg hafa einhver ergju í minn garð sko. Þannig að maður getur ekki verið allra ekki, sérstaklega ekki þegar maður tekur þessa ákvörðun. Og ég var heldur líka komin á það að, þú veist, ég var ekkert bara, því að hefði ég haldið áfram, þá hefði ég verið kannski 80% í þessu. Og jú, kannski 80% beggi betri en einhver annar í þessari stöðu. En ég taldi mig bara líka ekki geta gefið Fjölni allt mitt, alla með 100%, ég þarf að geta gert það. Þannig að ég leita á þetta þannig að ég myndi stíga til hliðar, að þá myndi þá fá einhvern, og ég var á ágæti samning, að þá hefði einhver geta tekið þá mína stöðu og gert betur fyrir klúbbin. Þannig að það var ekkert bara að ég vildi bara hætta eins og fara að sinna hinn. Ég hugsaði þetta líka svona. En hvað með drifkraftin fyrir svona ákvörðun á ólíkum levelum? Það er að segja að maður myndi hugsa einhver sem kannski að spila, ég þekki ekki alveg, segjum kannski í íslensku þriðjudeildinni og þá kannski fá ókeypis æfingabuxur og skó en enga tekjur. Að við svoleiðis einstaklingur tekur svona ákvörðun þá myndi allir segja einhvern veginn bara eðlilegt af því að það fyrir mikil tími í þetta og þú ert hættur að hafa gaman að þessu og þú ekki einu svona að fá borga fyrir þetta. Svo ertu komin á leveli sem þú ert á, það sem er orðnar allavega bara svona tekjur, versus að þú hefði verið í sömu ákvörðun og þú værir Gylfi Sigurðsson. Þá myndu allir segja, heyrðu, gæinn hefði bara átt að þrauka það á honum að fara að leiðast í fótbolta og sjá hvort það myndi gera átlast af honum, af því þá er það mikið undir, sko. Og tekjurnar orðnar það háar. Af því að ég tók einhvern veginn viðtal við Aron Einar sem að sagði mitt kjánalegt að segja það, því auðvitað drauma stað að vera atvinnumaður í fótbolta, en einu skiptin sem ég finn leikgleðina sem ég var með sem sko krakki og unglingur á Akureyri þegar ég spila með landsliðinu. Og þá hugsa maður náttúrulega hluta af því þegar þú ert að vinna einhverja vinnu að hún er ekki alltaf æðisleg. Hvað liggur þessi lína, hvernig eitthvað orðið það mikið ekki lengur ástríð að maður segir bara, heyrðu, ég geti þetta ekki lengur, ég hættur. Af því einhverjum fannst þú hefði kannski átt að þrauka og sjá hvort að leiðin myndi ekki bara fara af þér, sko. Já, það er bara mjög athyglisverð lína, sko. Hvar línan liggur á milli þess, sko. Ég bara, og það er alveg góð rök fyrir því af hverju ég ætti að halda áfram, skilur, og klára tímabilið, en það voru bara það mörg skilaboð sem voru búin að bara berast mér í þar langan tíma, sem ég var kannski ekki alveg búin að þóra viðurkenna fyrir sjálfum mér, skilur, maður alltaf haldi í þetta, skilur, alltaf að reyna að forsa það að mér líkaði vel við þetta, skilur, í allt tímabil undan til dæmis, skilur, því að það var hana þegar ég fór úr FH í Fjölni að þá fór svolítið þessi tilgangur ástríða frá fótboltanum, sko. Það sem ég kannski reyna líka, ég komið kannski ekki alveg nógu fram að spyrja það, að því þú segist gera allt 100%, segjum nú sem svo að því þegar þú ert ungu leikmaður og ert í FH og þá kannski hugsaðu ég ætla að fara lengra, ef þú það var eitthvað partur sem hugsaði ég er ekki komin þangað sem ég ætlaði að fara með fótboltan, þá var bara komin tími til að hætta þessu. Það er að segja að þú ætlaðir þig lengra. Já, ég ætlaði mig lengra. Klálega. Þannig að einhver partur af ákvörðunin er kannski bara ég metnaði ekki og ég náði ekki þangað sem ég ætlaði fótboltanum. Ég er komin á þennan aldur, þá er bara best fyrir mig að ég reyna að vera rosalega góður í ykkur öðru. Já, það er alveg klálega sem spilar inn í. Ég meina, eins og ég segi, ég náði aldrei að verða atvinnumaður í fótbolta eins og ég ætlaði að verða. Það var planið. Það var planið. Ég ætlaði bara að hafa bara eina sem ég stefndaði 10 ár, sko. Og gerði allt í mínu valdi, sko. Þú veist, það var þetta augnablik sem maður var bílismæður öðrumflokka eitthvað svoleiðis. Þá var maður bara, allt í einu bara byrjaði maður að bæta sig í fótbolta og ég er langt frá því að vera með eitthvað natural born talent, held ég. Þú veist, ég er ekki teknískur eða eitthvað svoleiðis, en ég hef bara æft mér rosalega mikið í að verða góður í fótbolta. En auðvitað fór það inn í ákvörðunina að þessi draumur sem ég hafði, hann var farinn, skilur. Og þá líka fer maður að velta því fyrir sér,
þú veist, hvað eins og maður átt að sjá líka þegar maður eldist, það svo margt annað í lífinu líka og síðan kom bara þessi svakali, þessi lýsir sér best að í COVID þá fannst mér skemmtilegra í rauninni, þá var ég spenntari fyrir því að halda svona leiðtogafund með strákunum á Zoom heldur það að fara á æfingu með þeim, skilur. Þannig að því ég var komin þangað, þá er ég svona, ok, ég er miklu meira, eins og ég sagði þér reyndar sem einhver velvalinn twittaði að ég sagði sko, ég er miklu meira leiðtogi heldur en fótboltamaður og þá meinti ég í þeim skilningi að þú veist, ég er miklu meira lítir heldur en er orðið miklu meira lítir heldur en nokkuð tíma fótboltamaður. Við höfum náttúrulega dæmi með einstaklingar sem orðnir bara þjálfarar á efsta leveli undir 30 og hefðu kannski geta verið allavega ágætis leikmenn en þeir bara fundað og langaði meira að vera leiðtogar yfir hópnum heldur en að vera að spila sko. Já, nákvæmlega og út af því að þú náttúrulega spurðir með þessa línu í rauninni, hvað línan að hætta einhverju og prófa okkar nýtt eða halda staðins lengur í því að þannig sem ég segi, það voru bara það mikið að skilabóðum sem voru að benda í áttina því að ég átti að hætti fótbolta og ég tel bara að fyrir mitt leyti þá er lífið bara stutt að gera eitthvað sem maður líkar ekki vel við að gera eitthvað sem maður þarf að klára af að gera, eitthvað sem maður er að pína sig í gegnum og það verður líka svo erfitt að tönglast á einhverju sem gefur svo lítið, skilur. Ég nefnilega voru nokkrir, svona, því ég var aldrei með einhverja svaka sterkar skoðana, svo voru nokkrir í kringum mig sem eru svona fylgjast með boltanum og voru með svaka sterkar skoðana að þetta hefði verið röng ákvörðun hjá þér. Og þá varði ég þið alltaf með því að ef ég horfi á allt það fólk sem ég þekki og öll þau samskipti sem ég á og líka sjálf á mig, fólk gengur yfirleitt allt og langt í því að þrauka. Eitthvað sem því ég bara farið að finnast hundleiðilegt. Þannig að ég ber bara alltaf virðingu fyrir því. Þegar einhver segir, nei, nú þarf að segja fólk er löngu komið með leið á vinnunni sinni og svo sko hættir það ekki fyrir að það er rekið 4 árum seinna sko. Já, það er bara rosalega algengt ég held að við flest þurfum að skerpa hina hliðina það er ekki algengt að fólk hætti einhverju og sjáu síðan, þetta var bara kolrangt hjá mér Já. Yfirleitt er það að því maður er búin að vera að fá skilabóðin dálítið lengi sko. Og ef þú ert óanaður sem þú ert að gera núna og gerir ekkert í því þá eru alveg óanaður, ekki óanaður eftir 5 ár nema með helmingi fyrir vandamál sko. Þá eru ennþá að vera að díla við það, skilur 100%. Þannig að ég er alveg sammálaður þar að ég held að maður þurfi fleiri að þóra því þetta er náttúrulega bara hræðsla líka við smá óvissu, skilur þú ert í örygg umhverfið, þú ert að gera eitthvað sem veiti er öryggið, þú ert að fá þessa sömu tekjur, þú ert að gera hlutum sem þú kannt og það er náttúrulega þægilegt, skilur En hvað með sjálfsmyndina? Þú hefur vantarlega verið með það að vera beggi fótboltamaður hefur verið hluta sjálfsmyndinni. Já, það var krefandi líka, sko. Bara fyrst sem maður segir, já, ég er fótboltamaður hérna og svona hefur alltaf verið bara fótboltamaður beggi, sko. Síðan stundum kallaði fyrrum fótboltamaður. Ég veit ekki hvað bara haldi það og allt í náttúrulega ég byrjaði að segja sjálf, já, fyrrum fótboltamaður, nei, þú veist, það býttar ekki með í máli, sko. En það var alveg krefandi líka, að líti bara speilin og heyrðu, þú veit ekki þessi knattspyrnumaður sem þú heldur þú sért, sko. Og hvað er maður þá sko, það er kannski erfiðara fyrir og það sér maður kannski með þá sem hafa kannski bara verið íþróttamenn gennum tíðina þegar ferillinn hættir að þá eiga margir einslíkar sem hafa bara skilgreint sem íþróttamann mjög erfitt lendi miklu vandræðum en það var alveg krefjandi sko og það er ennþá krefjandi sko að vera ekki þessi fótboltamaður og það var það sem ég hræddist líka það var þetta þegar maður var búin að byggja upp sjálfsmyndum og var svo mikill fótboltamaður Það er líka eitthvað hjá, þú veist, sérstaklega kannski hjá strákum að því það eru svo margir sem vilja verða íþróttamenn þegar þeir eru ungir og þú veist, nú það gera flotta hlutur, fyrirlesari, sálfræðingur allt. En einhvern veginn svona enda flottar að vera fótboltamaður Já, það er alltaf fyrst sko. Einhvern veginn alltaf fyrst Það er smá töff, einhvern veginn, eins og sé töff og að sérstaklega að finna á strákum svona yngri sem koma í meistaraflokkinu svona þeim er mjög töff að komast í meistaraflokkinu og stundum verða það þannig að menn vera hrókafullir og finnst þetta of töff sko. Og ég átti alveg tímabil líka sem því að sumir voru, var þetta ekki svo stórt af því sem þú ert að gera, allt sem þú ert að gera hérna, bara nei, veist, ég lendi alveg oft í því og ég var í fótbolta og fólk bara, þú í fótbolta? Þannig að stundum heldur maður líka að það fylgst miklu meira með fótboltan með manni sjálfum heldur en það er rauninni sko. Þannig að maður spila sér stærra skilur með kannski kassan meira út heldur en maður á efna sko. Sem er bara gott kannski. Þekkirðu Brynja Karl körfuboltaþjálfara? Já, ég þekki hann aðeins, ég hitt hann tvisar eitthvað. Hann mitt sagði henni sem við mig sko, að ég tók alltaf þessar strákar sko þegar þeir voru svona rétt undir 20 sko. Við sáum þeir voru ekki að fara að vera bara ógeðslega góðir, það var því svo leiðilega við þá að þeir hættu.
svo, þú veist, voruð alveg brjálaður út og fjölskyldan líka, svo kom þessi gæðir allir tíminn 5, 7, 10 ára setna takk fyrir að spara mig svona mikið tíma, ég hef aldrei orðið geggjaður í körfubolta það var bara, ég var bara að reyna að gera þeim greiða sko. Bara að vera nógu leiðilegu við áttur sem myndi að hætta en þá kemur einmitt þessi spurning sko, þú veist, kannski alveg gaman að vera í ykkur íþrótt og eyða miklum tími í hana en einmitt, kannski eftir að vera að verja tímaðinum í eitthvað annað ef þú ert ekki að fara að ná þangað sem er langar að ná sko. Já, og hvenær á maður, þú veist, að segja við einhvern, hætti alltaf drauminn en þú veist, hann vill kannski, þú veist maður veit aldrei, eða kannski gefur hann eitthvað, sko, þú veist, þannig að hvenær á maður að tala íslensku, hvenær á maður að sleppa því, sko en maður skilur alla strákunum því að hafa allir hennar draum þú ert í fótbolta, og er komin hennar aldur og ert farin að geta eitthvað og þá stefnir í atvinnum, sko, það er mjög skrítið og stefnir ekki, að það eru færri sem eru þannig að þeir bara, nei, mér langar ekki út, skilur það er allir sem stefna því, sko, en það er náttúrulega bara brota því sem ná að láta það vera veruleika, sko. En ég saknaðist líka, svo við talar að svona undir lokin sérstaklega, þegar maður var að síða þessa ungustráka til, sko, að láta alveg gjössalega heyra það, sko, mér finnst það alveg ótrúlega gaman, sko. En er engin partur af það sem langar þá að því að svona margt sem segir að það sem þú ert að gera núna myndi ríma vel við að vera að vinna með íþróttafélagi einhvers konar hvort sem þú værir yfirþjálfari eða eitthvað. Er engin partur af það þá sem langar að fara í það? Jú, ég sakna þess að vera kannski í þessu umhverfi líka að taka eitthvað liðið eða eitthvað svo liðið, sko. Og kannski svona sama sem maður fundið þegar maður er að vinna með kannski teymisþjálfun inn í fyrirtækjum. Mér er svo gaman að vera eins og maður finnur fyrir svona vöndu núna að vera partur af hóp. Það er partur af, maður er mikið einn og maður er kannski ekki mikið með, þú veist, einhverjum svona teymi með sér sem er að stefna í nákvæmlega sömu átt og þú. Þannig að mér vantar það og ég held klálega að ég muni taka við einhverju liði, sé það fyrir mér að vinna með svona andlega þáttinn og bara spurning hvaða lið það verður en það er þú sér fyrir að þú farið það frekar en þú verður bara þjálfari? Já, ég held ég verði ekki þjálfari. Nei, okay. Svo ímyndaði hvað, þú veist, það fyrir mikil tími að vera leikmaður, sko. Ímyndaði hvað fyrir mikil að vera þjálfari. En sumum finnst það bara geggju tilhúsun að verða þjálfari. Já. Ég held ég sé ekki tilbúin til að forna mínum tíma eða það, sko. En að verða Jürgen Klopp? Ég meina, svo er það líka, sko. Ég hef sagt, sko, það er svona náungi sem kannski er að því ég bæjast, ég held með Liverpool að það er svona gæir sem ég held að væri mitt bara góður yfir hvaða teymi sem er, sko. Ég meina, þú sérð bara leiðtóa hæfna í gæina. Ég veit það. Þú veist, hlýtur að vera geggjaði stórnandi, en leiðtóa, eitt er að vera, sko, manager, það er eitt að vera góður manager og annað að vera góður leiðtói, skilur. Og maður er líka átt að segja á því gennum tíðina bara með þjálfarna sem maður hafa haft. Maður hefur haft mestmegnis mjög góða leiðtóa síðan maður hefur haft alveg terrible leiðtóa, sko. Og það er þessi element sem Klopp er með, sko. Þú veist, hann er einhvern veginn, hann er mannlegur. Já, einhvern veginn sér bara, ef maður væri ungu fótboltamaður, svo bara þetta er gæinn sem bætir alla. Já. Bara ef ég er innan þennan gæja, þá er ég að fara að bæta mig, bæði á vellinum og sem manneskja, sko. Algjörlega. Og þú ert tilbúin að gera hvað sem er fyrir hann að þjálfara, sko. Því hann hefur bara það mikla tengingu, hann er pottþétt með 100% virðingu, en samt er hann einhvern veginn félagi og er mannlegur. Þannig að hann næri einhvern veginn að stíla inn á báða þessa þætti sem þú þarft að hafa sem þjálfari í íþróttaheiminum. Þú þarft að vera með virðingu og þarf að hlusta á það sem þú segir og þú þarft að geta tekið, þú veist, öskraði hálfleika, láti menn heyra það eitthvað svoleiðis. En þú þarft líka að vera með hann mannlega þátt á hreinu, að spila inn í mismunandi karaktera, að nálgast aðra á mismunandi vegu og við langflest þurfum bara að klappa baki, sko, úr því svona íþjóðumhverju, sko. Það er ekki þetta gamla að vera að hrauna yfir mistök og allar þessar refsingar fyrir eitthvað. Það er svolítið, þú veist, auðvitað er staður og stund fyrir það og maður gerir það og maður gerði það. En ég held að sé meiri nálgun að þurfa bara flestir klappa baki og fá í rauninni svigurum til þess að vera eins og þeir eru í rauninni og vera þeir leikmenn sem eru og gera ákveðin mistök og svo framvegis, staðinn fyrir að sé einhver svona strengjapróf hvað átt að gera, sko. Já, ég held þá, er svona nútíma stjórnun að fræðum sé, því ég hef náttúrulega unnið á nokkrum fjölmiðlum og maður hefur unnið undir svona 8 stjórnun. Já. Síðan hef ég unnið undir einu stjórnanda, Sigríður Margrét, sem er núna yfir Livju, hún var og já.is, hún var yfir af sjónvarpsstjóra Skjá einum. Bara besti yfirmaður sem ég haft af því hún hringdi í mann eftir þátt, bara heyrðu, þetta var geggjaði þáttur. Og síðan heyrðu bara, vá, hvað ég er þakklátt fyrir að hafa þig hérna í vinnu en nú sért ekki í kastljósinu. Og þá vildi maður bara vinna tvöfalt meira, maður skít saman kaupið, skilur. Nákvæmlega.
þú veist, þetta vannýttasta tól sem til það að hrósa fólki. Og pældi í hvað þetta kostar eitt stutt símtal, sko. Bara ekki neitt. Já, þú veist, ef þú ert að labba fram hjá verkefni sem þú gerir gæmaður, vel gert hjá þér, þú gerir þetta hana og ég fár lánaði með það. Og hvernig líður þér þá? Þú líður eins og sér partur, eins og sér mikilvægur, eins og það sem þú ert að gera að það sé að skipta máli í einhverju stóra samhenginu sem við þurfum öll að finna fyrir. Þurfum öll að finna fyrir það sem við erum að gera skipta einhverju máli og bara það að einhver stjórnandi komi, bendi á sem að gera gott, það getur bara verið svo rosalega, þetta er svo það getur bara verið rosalega gott fyrir bara starfsfólkið þitt í að vilja vera ennþá til staða fyrir þig og síðan færðu bara meira úr einstaklingum, skilur. Og það svolítið þetta líka að hafa mannlega þáttin á hreinu, sérstaklega inn í fyrirtækjum, því að þetta var alltaf talað um að þetta væri svona þetta væri svona lúksus að hafa það, að það væri hugað að veljan og væri hugað að kúltúrnum og svo framvegis. En núna þetta svolítið að snúast við að þetta eitthvað sem nauðsynlegt að hafa. Því betur sem þú hugsar starfsmanniðinn eða stjórnandiðinn eða hvernig sem það að því meira líður honum eins og hann sé bara partur af fyrirtækinu, hann sé partur af hvert þau eru að fara og þá hann alltaf ólíklega til að skipta vinnu og líklega til að afkasta miklu meiru fyrir fyrirtæki því að hann þykir svo vænt um það, 100%. Hvað með að því þegar sko í bókinni þá dálítið mikið að tala bara að fólk takja ábyrgð á sínu eigin lífi og ég tel mig vita að svona eina fyrirmyndunum þínum sé Jordan Peterson, það er ekki rétt hjá mér svona einn af þeim sem þú hort mikið til og maður sé svolítið við erum svolítið svona sem þetta er svona kannski stór umræða sem getur stundur verið viðkvæm við erum svolítið komin í fórnarlambavæðingu það er að segja það er svona þetta auðvitað er það íkt kannski að maður er alltaf að taka ábyrgð á öllu af því auðvitað getur fólk lent í hræðilegum hlutum sem eru bara rosalega ósangjarnir en hvernig er það að vera að reyna að láta fólk hafa þau skilaboð einhvern veginn bara in the end þá bara þú veist svona þeir sem eru íktastir segja kannski bara sýndu mér markmiðin þín, gildin þín hverja þú umgengst og þá skal ég sýna þig lífið þetta eftir 10 ár sko. Síðan þýðir ekkert að vera væli yfir því að þetta sé bara eitthvað sem kom óvart fyrir og þú setur rosa óheppinn skilur það er erfitt að taka ábyrgð á sjálfum sér það er alltaf þægilega að kenna umhverfum ef eitthvað er ekki gott sko. Já, og fyrsta sem maður dettur í, skilur ég veit það en síðan hugsa maður það, skilur hvað sem aðstæðanar henda lífi hendir á mann skilur, svo ég sammála því að lífi er náttúrulega fólk heldur að lífi er sér réttlátt, sko, það er ekki réttlátt það er óréttlátt og fólk lendir í svakalega miklum erfiðleikum, sko en í rauninni og það sem maður kannski reynir að selja fólki er að ef ábyrgðin er á lífinu þá getur þú gert jackset í því sko en ef ábyrgðin er hjá sjálfur þá getur allan að gert eitthvað í því það væri ömurlegt, það væri fast í steina það væri lífinu að kenna sem þetta er basically skilur en það sem einkennir fólk þú veist, nú ef ég til dæmis í rannsóknum mínu að leti fólk skrifa sína lífssögu það er ótrúlegt, ég las þetta og ég á bara hvað fólk lendir í lífinu, þetta er bara rosalegt sko bara einelti, nauðganir, eiturlánalkunn, bara, fjölskyldofbeldi, bara, name it, sko. En það sem sá alltaf í sögunum hjá þeim, og það sem einkennir þá sem yfirstíga ákveðna erfiðleika og taka ábyrgð á því sem er lendi í, er að þeir taka eitthvað gott úr því sem er lendi í, þau draga einhverja ávinning að því, eins og skrítið og hljómar. Og þegar þú átt þannig við erfiðleika, að þá er sko margfaldar líkur að þessi að fara að vegna vel í framhaldinu skilur þú ert að fara að öðrast miklu meiri tilgang út frá því og þú ert að fara að læra miklu meiri að því og þú ert að fara að vaksa því og það sem enginn þetta fólk að það tekur allt sjálft ábyrgð því skilur það er ekki að kenna einhverjum öðrum það fær öðru sér sín á lífi það verður nánari fólkinu í kringu sig það verður með þakklátara sjónarmið oft sko og það er nefnilega eins og þú segir að það er erfitt að kenna fólki að vera með þau skilaboð að ábyrgðin sé hjá þeim en ég held bara eins erfitt á hljómar að þá er töluvert líklega til árangus ef ábyrgðin er hjá þér en ekki á lífinu. Einmitt. Ég er svolítið, ekki það, ég er svolítið mörgulega einhverjir sem eru búin að fá nóg að ég sé að tala COVID, ég er alltaf að tala COVID en mér stakk kannski endurspeglast aðeins í því að jú, auðvitað er ég að taka ábyrgð á einhverju með því að vera með 2 metra fjarlægð með því að vera með grímu það er rosalega lítið búið að vera að tala um hlutina sem klárlega hjálpa öllum en er aðeins erfiðari ábyrgð sem er einhvað að skoða lífstílun okkar einhvað að skoða hvað við getum gert til að styrkja ónæmiskerfið okkar einhvað að hvað með mataræð, hvernig er það? Hvernig er þetta að sofa? Hvernig er hreyfingin? Þá er það svona, ég er ekki að fara að breyta því núna. Skilur. Mér svolítið í öllu þessu hafa endurspeglast þetta að
svona, til dæmis bara blaðamannafundunum, ég veit ekki hvort að fólk, þau sem stýra þau hugsi bara, fólk ekki móttækilegt fyrir því að fara að taka svona mikla ábyrgð á lífi sinu. Ég veit það ekki, en ég hugsa bara, af hverju ekkert rætt þetta, sem svona in the end getur skilað okkur sem bara, að heildin væri bara miklu betri staði en eftir einhvern x tíma, því meðal manneskjan væri bara, þetta akkurat mómenti sem ég þarf að fara svona ef það kemur annar faraldur eftir 10 ár, þá vil ég ónæmiskerfið mitt sé sterkt, sko. Það sé bara hrætt við að þetta væri svo rosalega persónulegt, ég veit það. Ef þú myndir hafa þessi skilaboð, banna fólki að fara að KFC eða þú veist. Já, alltaf en þá tölum við aftur þetta, það er alltaf leið að fara að KFC eða það er í hófi, sko. Já, nákvæmlega. Þú veist, það er alveg hægt nefnilega að setja svona skilaboð og framfæri á þess að sé einhver öfgar í því, já, sko. Nákvæmlega. Og ég hugsa þetta bara í gegnum þetta tímbil og hugsa svona bara, erum við komin þangað að við bara það er bara óþægilegt að tala á hver og einn að taka miklu meira ábyrgð, sko. Já, ég meina og það er bara, já, það er alltaf skrítið líka. Það er eins og það á ekki að vera alvarleg, það á ekki að vera eitthvað erfitt að segja, þú veist, taktu meira ábyrgð, taktu meira ábyrgð hvað það lætur onið og auðvitað eiga skilaboðin að vera meira þar, skilurðu. Það er einhvern veginn, ætla að sé bara ekki kannski of mikið fyrir fólk, skilurðu. Það er ekki, við erum alltaf bara að reyna að komast í gegnum þetta, þetta er náttúrulega ógeðslega krefjandi og kannski það bara mikið fyrir fólk að það er alveg nógu flókið að þurfa að mæta með grími í búið, sko, og það er alveg nógu erfitt kannski og krefjandi lífið, skilur við. En það er bara þannig að, það hefur aldrei selst meira áfengi hérna og það er bara met áhrif og sælgætisfyrirtækjunum og það er svona skrítið, við erum að berjast við eitthvað sem er slæmt fyrir heilsun okkar en samt einhvern veginn eins og við séum rosalega svona að meðaltala að gera verri hluti fyrir heilsun okkar og ætlum við bara ekkert að tala um það, eða? Nei. Mér finnst það skrítið. Já, mér sammálaður. Ég held að mætti vera miklu meira um það. Ég meina, þú veist, af því ef ég tek það inn á mig og mér finnst það, þá er ég að taka það inn á mig vegna þess að ég er bara ekki að taka nóg miklu ábyrgð á heilsunni minni, sko. Það er til fólk sem er með undirliggjandi kvilla sem það getur ekkert gert í. Já. En þá tekur þetta ekki til þín af því þú hugsar, ég get ekkert gert í þessu, ég er að gera mitt besta, sko. Þannig að mér er svona einhvern veginn, ég hef mikið hugsað og ég er svona með sterkar skoðanir á þess að því ég sjálfur hef verið greindur með lífsstílskvilla sem einmitt eru svona áttu að vera eilíðargreiningar en ég var einu svona komið með astmabúst, árenslu astma. Ég veit ekki hvað það er, sko. Það voru 5 ár síðan að ég setti eitthvað búst í mig, sko. Það var bara því ég breytti lífstílinu mínu, sko. Við erum ekki jafn mikið fórnalömb eins og við erum stundum að reyna að selja okkur, sko. Nei. Og þú getur ímyndað hvað þú vannst mikið í þínu grunni, skilur. Já. Ég meina, ég er ennþá kolruglaður og gerir fullt af mistökum, en einmitt bara svona maður allavega kemst á staðin þar sem ég get ekki lengur reynd að ljúga því að mér ég hef ekkert um þetta að segja, sko. Já, bara 100%. Að, í rauninni, það er bara ákvarðanir sem maður tekur, að það sem maður ákveður á hverju minnsta degi, það út að fara að súpa að segja það sem maður gerir og það sem maður gerir ekki, sko. Þá eru aftur komin í meðvitaðar maður fyrir sem gerir hlutina blind, skilur við. Og að því meðvitaðar sem þú ert, að því meira getur þú tekið inn í myndina hvað þú ert að gera sem hefur áhrif á þig og fólki í kringu þig og heiminn sjálfan, skilur við. Þannig að ég held líka að þetta sé bara, eins og sé, þetta er svolítið flókið, ég held að sé svona svolítið vera að ráðast á kannski of mikið á okkur sem persónur, skilur við. Það vera að hafa svo mikla skoðanir og áhrif á lífið þitt með því að segja að breyta bara öllum lífstillinum sem fólk náttúrulega á að gera. Þú veist, það eiga allir að gera og það vita þetta er að því, skilur við. En af hverju gera það ekki? Það er komin aftur í þann pól líka, sko. Af hverju vita þetta allir, en flestir en gera það ekki? Mér finnst best að útskýra það með, sko, þegar maður spyr fólk, sko, hvað telur mikilvægast að þessu þrennu, hreyfing, næring, svefn, þá svarar 90% fólki svefn. Það er bara, við erum öll orðin rosa meðvituð það. En maður hefði spurt að þessu fyrir svona 5-10 árum, þá hefur rosa fáið sagt svefn. Með öðrum orðum meðvitund Íslendinga og bara allra mikilvægi svefn sem búin að vera að fara eða upp. Hvert er hegðunum okkar varandi svefn búin að vera að fara á sama árabili. Alveg hinn áttur. Það er ekki nú að vita hluti. Nei, það er ekki nú að vita hluti. En ég er samt að vona eins og í þessu ástandi að þetta hefur kveikst samt líka á perum hjá fólki sem ég held að hafi gert. Það hefur gert það, 100%. Að þú veist, ég er með undirliggjandi kvilla og ég er og þetta hefur verið svona smá spark í rassinn sem fólk þurft að fá, sko. Því að maður virðist vera að sjá allan að fólk sem hefur ekki mikið verið að stunda göngutúra verið að fara í göngutúra. Og maður sér kannski líka meira af þessari svona hreyfingin á Ísland allavega, því sumstaðar það sem er kannski betra veður þar. Það er auðveldra að vera með þessa, ég gengi vinnuna, ég er að hjóla, það er svona
ekki það maður vilja nota veðri sem afsökun, en þegar orðið ískalt og dimmt og leiðilegt veður, þá erum við meir í bílunum og þá hreyfingin annarkvort engin hreyfing eða ég á crossfit-æfingu. En nú að því við komum meira sýnist mann af þessari bara svona léttu, heilbriðu, daglegu hreyfingu sem held ég það sem svona virðist benda til þess að auki lífslíkur okkar allra, sko. Já, ég meina, það bara, þetta að taka eins og maður tengir bara persónulega við þetta, að taka einhverja hörkuæfingu í klukkutíma 1,5, 2 tíma og síðan bara situr maður allan daginn. Og ímyndaði fólk sem bara vaknar, sest upp í bílinn, fyrir vinnuna, situr allan daginn í vinnunni, annarkvort fer að leggst upp í sófa eða fer að crossfit-æfingu í klukkutíma 90 mínútur sem náttúrulega ekki holdt fyrir neinn. En það þetta sem maður líka hefur uppgötað meira og ég sé að fólk uppgötað sem meira þessi sem ég lærði held ég af þér. Munurinn bara í podcasti sem við rættum, munur á hreyfingu og æfingu. Hreyfingin, að standa upp á klukkutíma fresti og taka 3 mínútna göngutúr eða teygja þig eða taka, eins og segir, þarf ekki alltaf að vera einhver massív æfing og ég held að sé búið að vera aukning í hreyfingu sammála hjá öllu fólki og ég svona nánast tilbúin til að fullera það og það er frábær þróun og ég held það líka fólki sem ekki vant í að hreyfa sig eða ekki, þetta hafi kveikt perum hjá einhverjum, þá þetta besta leiðin til að byrja örugglega. 100%, 100%. Það auðvelt að selja manni, farið í 5 mínútna göngutúr, 10 mínútna göngutúr og einhver myndi segja bara skiptir ekki máli, 10 mínútna göngutúr, jú, það skiptir öllu máli. Það gerir það. Pældi í, þú ferð í 10 mínútna göngutúr á hverjum degi, þetta fljótt að safnast upp, skilur. Hvað það einn kafli þarna sem að, bara svo ég fari nákvæmlega með það, horfstu í augu við óttan, forðast hann ekki. Það þetta sem að, svo ég tala aftur Brynjar Karl, því hann svona einn af mínu mentorum í þessum pælingum, að hann sagði henni svona að þú bara með, þú ert alltaf að fara að fá sársauka, þú getur valið hvers konar sársauka viltu pain of discipline eða pain of regret. Bara, viltu þjáningu agans eða þjáningu eftirsjárnar. Og þá það með þetta, þegar maður stígur inn í það sem maður óttast, þá maður að velja, það verður smá óþægilegt núna, en það verður ekki meira óþægilegt seinna, þegar það búið að vera grasserast inn í mér og kannski búið til headspace í marga mánuði og eitthvað. Þú náttúrulega allavega ert ekki bara að tala þetta, þú ert búin að gera þetta eins og þau eru hættir í fjölni. Hver besta leiðin til að byrja að æfa þetta? Af því, auðvitað, þetta eitthvað sem ég held að við eigum öll sameiginlegt að við eigum erfitt með. Eitthvað sem ef ég óttast eitthvað, þá fyrsta instinktið mitt alltaf, ég ætla bara að bíða með þetta. Forðast bara alltaf. Við erum höndið þannig, Já, klálega. Forðast bara ótta og eitthvað sem vikur upp að það var bara betra að geyma það og fresta því en sem kemur á deginum sem ég hafa bankað upp á og þá er komið á skuldadögum, þá er komið að regrettinu og þá er komið að meiri skuldadögum heldur en eftirsjá, hann getur við bara eitthvað miklu meira. Þannig að ég held að sé bara þannig að það upplifa allir einhvers konar tegund ótta, skilur, það í okkur, skilur, það eru allir sem óttast eitthvað, skilur, og algengasta aðferð í sálfræðinni varðandi kvíða, það það að þú mætir því sem óttast í skrefum. Þú mætir í drauninni, sem eins og kvótið í kaflanum, the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Sem eru the cave you fear to enter holds the treasure you seek. Akkurat. Þannig að fjarsjóðan sem þú ert að leitast eftir, hann í þessum helli sem þú óttast, hann í óttanum. Þannig að ef maður þróar hugreikið og það algengur mislingur að maður losni við óttan, að hann fari algjörlega. Þú verður hugreikar á að takast á þann. Þú tekst á það með skrefum sem gerir það þegar verkum að þú munt þó að sé krefjandi, þú veist, þó að það sé ógeðslega erfitt og þú ert hugrakkur og hrættur á sama tíma, þú ert hugrakkur og ert með ótta á sama tíma, að þá, ef þú mæti því, þetta bara sannleikur, ef þú mæti því í skrefum því sem óttast, að þá myndu færast nær því sem þú vilt og þá myndu öðurlegast en að fjarsjóð, skilur. Þú sér þetta allstar, það ekkert, ef allt því auðvelt, allt sem langaði til að gera, allt sem þú vilt taka þér fyrir hendur, að það væri bara allir að upplifa að draumi sinni að gera sem þú vildi gera. Eða það væri ekki með ótta. Það allt krefjandi sem maður vill. Það ekki beinlínis þannig að orðið hugrekki, það að vera hugrekkur beinlínis alltaf að gera eitthvað sem maður óttast. Það einhvern tímann hugrekt að gera eitthvað sem maður óttast ekkert? Þá það ekki hugrekt. Þess vegna það kallað hugrekki, skilur. Þannig að það ekkert, það engin hegðun sem hugrek
sem inniheldur einhverja óvissu, einhverja áhættu eða ákveðna svona tilfengilega berskjöldun. Það bara svoleiðis. Og ég meina, eins og ég segi, þá það, þrátt fyrir það að maður sér hættur, þrátt fyrir að maður óttast, þrátt fyrir að maður langi að gera hlutin, ef maður gerir hann, þá verður maður öflugur og þú getur ímyndaðir, það ekki mælieining fyrir það. Það ekki mælieining hversu mikið þú getur orðið öflugari, basically. Og oftast þetta bara, og því að fólk voru að hugsa fram í tíman og vill vita hvernig hlutin enda eins og ég talaði áðan, sko. Þú veist, það óttast að gera mistök, hann verður að vita allt áður en að fara af stað, það óttast að fá höfnun, það óttast að ná kannski árangri, basically, skilur. Það allt eitthvað sem stoppar því að gera eitthvað sem þú virkilega vilt. Þetta oft eitthvað sem kemur í veg fyrir eitthvað sem þú vilt virkilega gera. Og þá besta leiðin, það bara að gera sem maður vill ekki gera í skrefum. Auðvitað ferði ekkert bara úr ógeðslega eitthvað sem vekuðu bara mikinn ótta að þú kannski, ef þú þannig típa, þá getur þú bara mætt í strax, skilur. En síðan þarft að tjönka þetta aðeins niður, þú veist. Það engin, þú veist, eins og, ég meina, í hvers skipti sem maður fyrir kalda sturtu á mótana. Ég býð oft í svona 500 árinni fyrir sturtuna, sko. Samt ég gert það hverjum degi í mörg ár, sko. Út af því að heilin minn að segja bara ekki fyrir sturtuna, þú veist, þetta kuldi og þú með deyja í kuldanum með eitthvað svona kjaftaði, skiluru, sem fer í sturtuna, herðu, það nú bara allt í lagi að vera þarna, skiluru, og erfitt í fyrstu sekundunar, sem kemur úr sturtunni og mér líður bara eins og ég sé öflugari, skiluru, mér líður bara eins og ég gerði eitthvað sem ég vildi ekki gera, eitthvað sem ég var svona smá kannski hrættu við unni beini, skiluru. Svo þetta svo öflugt, heilin í okkur svo öflugur, því þegar ég fara að pæla í þessu með köldusturtuna, ég ger þetta líka, að þá, sko, eitt væri sko, alltaf svona, þetta ekki sniðut í dag af því það svona eins og sér þetta að byrja að fá smá kvef. Það alltaf einhverja svona svaka góð ástæða akkurat í dag, sko. Já, bara. Svona, ég skil alveg þetta sé gott fyrir ykkur, sko, en í dag ég akkurat svona aðeins að byrja að fá kvef, eitthvað svona. Heilin svo rosalega öflug. Ándjók, sko, þannig að það líka bara kannski að átta sig á þegar heilin af truflamann svona, og þó sem hún sé að banka í mann og því hann kemur alltaf upp hjá öllum, sko. Hann átti að segja á því að gera það þrátt fyrir að einhverja hugsanir séu að draga það tilbaka, sko. Því að ég held að skilabóðin oft þannig að kannski við komum líka að þú ert í lagi eins og ert. En ert í lagi eins og ert ef þú ert ekki ánægður? Ertu þá í lagi eins og ert? Ef lífið þitt þannig að þú ert bara þið líður ekki vel. Þú ert ekki á einn stað sem þú vilt vera. Ertu þá allt í lagi eins og ert? Eru það réttu skilabóðin? Ekki skilabóðin þá það miklu meira spunnið í þig og þú veist það? Já, og þetta einmitt umræða sem að svona svolítið þetta kannski, ég veit ekki, kannski bara að tala með rassinum, sko, en mín pæling þarna að einu sinni vorum við svolítið mikið í því að við vorum í svona hörku og við vorum einhvern veginn þú veist, einmitt að séima fólk og allt þetta, svo erum við aðeins búin að laga það, en fyrir þá of langt í þessa átt að einmitt, bara einhvern veginn svona að það má ekki lengur segja óþægilega hluti við fólk og það má ekki en einmitt, ekki, ef ég væri segjum nú sem svo ég væri bara óanaður með heilsuna mína eða óanaður með vanana mína eða óanaður með eitthvað ég get byrjað vegferðina og segja, heyrðu svolítið, bara þú ert eins og þú ert, bara það alls konar hluti búin að vera að þvælast fyrir þér ekki verið að rífa þér niður við erum bara byrjum núna, við erum með mildi bara, við ætlum að taka framförum þar að segja, líklegasta leiðin til þess að ég sé að fara að bæta mig að ég sé ekki að rífa mig niður en það þýðir ekki að ég sé endilega sáttur við staðin sem ég á núna og ég má alveg vera að stefna eitthvað hærra eða eitthvað annað en svolítið komið þangað að það einhvern veginn allir að vera bara rosa ánæði með sig eins og þeir eru sem er flott skilaboð og þú þarft ekki að breytast neitt en mér finnst að maður getur verið mjög ánæði með sjálfa sig en sagt, heyrðu samt held ég að ég getur nú bætt mig algjörlega, og ég held að það séu kannski réttu skilaboð en að þú ert nóg eins og sagt oftast að þú ert allt í lagi eins og ert skilur, en það sé punkturinn, byrjunarpunkturinn það ert ekki að draga þig niður fyrir eitthvað mér stundum eins og þarna verði til tveir opposite pólar það að segja pólinn sem bara það allir bara rosa fínir eins og þeir eru og það öll röng skilaboð að segja þeir eitthvað öðruvísi og síðan bara hinn pólinn sem einhvern veginn svona strangi pappin þú þarf nú að gjöra svo vel að gera það í brók en þetta getur alveg farið aðeins saman sko. Það þetta með þessar
með öllum pælingum, skilur, það alltaf einhver sem stangast á móti, skilur, og ég held að kannski eins og við tölum jafnvægið að millivegin á það, þú veist, með þetta svona kannski lífið snýst ekki að finna út hvort póllin þú ert í, heldur að sína styrka að vera í þessum pól, sem í þessu tilviki jú, þú ert góður eins og ert, en ekki láta þau skilaboð, ekki vogar að láta þau draga úr því að þú verður allt sem þú getur orðið. Ég held að það hlýtur að vera rétt skilaboð, því að við þurfum að vaksa, við þurfum að finna fyrir því að við séum aðeins að, ég held að sé bara inn í okkar þörfum, við viljum öll uppfylla það sem í okkur býr, og ég held að gerir það ekki einungis með því að segja þú ert í lagi eins og ert, ef það ekki allt í lagi, ef þú ert ekki ánæður, jú, ef þú ert ánæður bara eins og ert, þá ertu bara meðvitaður það og þá ertu bara ánæður. Og það bara ákveðin fyrir sig, sko. Já. Og síðan líka þetta, það einhvern veginn oft þegar að vera að tala þetta, þá svona eins og það verða þá allir að vera einhvern veginn, þú veist, já, ég þá ekki góður að því ekki ríkur, ég ekki góður að því ekki með sixpack, það ekki að tala það. Nei. En ertu vissum að þú sért búin að fullfilla þína möguleika? Já, nákvæmlega. Kannski það bara einmitt að þú komst allt í að því að þú værir ættir rosalega mikið inni sem skákspilari eða bara hvað sem skilur. Já, nákvæmlega. Mér finnst það stundum einhvern veginn eins og sé alltaf verið að tala útlit og peninga, sko. Já, sem bara alls ekki, sko. Nei. En ég sammálaður. Mér finnst umræðan alltaf verið þarna, já, í sérstaklega tengslu við, sko, líkamsýmyndir rauninni. Þú veist, mér finnst það svona sérstaklega að vera eins og að það sé í skilabúðin, en ég einmitt frekar að meina þetta, skilur að þú sért ekki uppfylla þessa möguleika því það búa ákveðnir möguleikar í okkur öllum og við viljum öll, það enginn sem vill ekki uppfylla öll þessina möguleika, ég trúi því ekki. Nei, því þekkjum öll þessa daga þar sem maður fyrir kannski, maður leggst í hvíla kvöldi og maður var bara, þetta var ekki auðveldur dagur, en bara, þú veist, sér hvað ég bara hefði ekki getað nýtt þennan dag neitt betur og þá maður einhvern veginn svona bara, það skítaglott á manni þegar maður fer að sofa. Já, algjörlega. Þú veist, og ég held að okkur flest langi til þess að verja dögunum okkar þannig, sko. Já, og þá held ég að, þú veist, við sem líka komin í tengslu við samvinsku sem bankamann, þá held ég að það sé í rauninni mögulega að geta þína banki í því líka, fattar mig, að þú ert ekki allt sem þú getur orðið. Og það eru þessi dagar, já, þú veist, sem er aftur ekki hamingjusum meðferð. Það er ekki hamingja, það er ekki eintóm hamingja hámarka það sem er mögulegt. Þetta er allt ógeðslega krefjandi. En ég held að, þú veist, þegar þú gerir allt í þínu valdi, því að þú getur gert í allt í þínu valdi til að gera daginn í daginn aðeins betri en daginn í gær. Þú getur gert eitthvað og það eru möguleikar endalausir, skilurðu. Þangað til að þú kemur á kvöldinu og heyrðu, já, ég gerði betur í dag heldur en ég var í gær og ég hámarkaði eitthvað aðeins meira enn það sem í mig býr. Og ég hlakka til að vakna á morgunum og endurtaka leikinn í rauninni. Þannig að ég held að allir fundið, eins og þú segir, fyrir þessum dögum sem þú ert gjörsamlega að maxa þig í rauninni. Og það bjútið við það, Sölvi, að uppfylla sína möguleika, það engin mæleining í það. Það ekkert fast þak, þú ert bara að fara að vera hér. Það tala allir þetta eins og þetta sé til, mögulega geta, þú ert ekki allt sem getur orðið, eins og við tölum þetta sé til, en í rauninni þetta eitthvað sem ekki til í þessum fysiska skilningi, skilur en þetta allt eitthvað sem við viljum gera og það ekkert þakið og það finnst mér það svo fallegt, það ekkert þakið í því hversu mikið þú getur uppfyllt þína möguleika og orðið þessi einsleikum sem þú vilt verða. Já. Og það oft líka talað að það verða ákveðin veldisvöxtur að þegar að þú svona einhvern veginn, þetta hljómar kannski sem að sé komin í eitthvað svona andlegt humbúk, sko, þegar maður talar að maður gerir eitthvað sem gott fyrir mann og svona einhvern veginn, og svo gerur annan og allt í einu farin að væbreyta herra. Og þegar svona tíðnin þín að hækka, þá allt í einu bara fara að tækja, það verður svona veldisvöxtur í því hvað að fara að gera góður hlutir í lífinu þínu, sko. Það er svo einhver einn góður hlutur eða einhver einn góð bæting í einhverju að það hrinda af stað röð jákvæðra góðra hluta og afleiðingin á því verður að þú færð fleiri tækifæri einhvern veginn. Þannig að í rauninni... Og það þá ekki líka skilaboðin til þeirra sem eru kannski að hlusta á þetta og horfa og að ströggla mikið og líður eins og þessu rosalega fastir að heilin í okkur vanmetur svo mikið, bara byrjum á að gera eitthvað eitt lítið og svo annað lítið. Þú veist ekki hvenær röðin byrjar, sko. Nákvæmlega. Það gæti bara verið stutt í það, sko. Gæti verið mjög stutt í það og fólk þarf svo litla hvatningu. Það svo lítið sem þarf til þess að byrja að vera fæð, skilur. Við komum aftur í það, þú veist, eins og göngutúrin, skilur, segjum og ákveður að fara, og er aldrei hreyft og ákveður að fara 10 mínútur, 5 mínútur. Geðveikt. Þú veist, næstu
fer í 50 mínútur yfir vikuna, síðan allt í einu bara, heyrðu, ég er búin að fara í 10 mínútur, kannski ég auki hálftíma, síðan einhverju klukkutíma, síðan allt í einu eftir 2 ára kannski byrjar að hlaupa, skilur, fattar mig. Þannig það maður má ekki vanmeta þessi litlu hversdagslega hluti sem maður gerir. Því að hlutinni sem maður gerir á hverjum degi, athafnar sem maður gerir á hverjum degi, það er lífið þitt. Þú veist, það er þessi litlu hlutir og lítil breyting í einhverju litlum hlut, það er mjög líklega að fara að hrindast að það röði ákvæða breytinga því að sérstaklega ef þú einbyttar einhverju einu á finnuru, ef þú einbyttar einhverju eins mikið og hægt er einhverjum einum hlut, þá myndu líklega að finna bætingu í honum. Og hvað gerist? Þú bara heyrðu, vá, ég kan bætt mig í þessu. Hvað annað get ég bætt? Það opnast ykkur annar heimur. Og það er þetta momentum sem er svo erfitt, eða ég finn þetta sjálfum, er svo erfitt að láta heilan í sér skilja að ef ég er ekkert búin að hreyfa mig kannski, eða ekki búin að fara í fjallgöngu í 7 mánuði og svo hef ég mig hérna í eina upp á Úlfarsfellið og það er bara, þá líður heilanum í mér eins og alla fjallgöngurna verði jafn erfiðar á þessi. En svo þegar ég væri búin að gera þetta 25 sinnum á 30 dögum, þá er ég bara, mig langar nú bara helst að fara í 3 fjallgöngur í dag, því momentum er orðið svo mikið. Við varum með Reyni Traustason, gamla blaðamanna legendi hérna daginn og hann var orðin 140 kíló, fór bara frá hreyfingaleysi yfir í að labba, hann tók mest 350 tinda á einu ári, sko, sem er eftir 1 á dag, sko. Wow. Og þá er ég gef mér það fyrsti göngutúrin upp á Úlfarsfellið, göngutúrnum með 300 var kannski svona 980% auðveldari. Já. Skilurðu? Wow. Við höldum alltaf þegar við erum að byrja nýjan vana að þetta verði alltaf jafn erfitt eins og í fyrsta skiptið, sko. Og þess vegna hættum við. Já. En síðan eins og með allt að þú verður betra á að takast við það, skilur og verði miklu auðveldara og þá fer að pæli, þú veist, hvernig getur maður bætt ennþá meira vissi, skilur, hann að ég efast að Reynir hef hann séð fyrir sér hann væri allt innu komin í þessar, hvað sér 350 göngur að í fyrstu göngunni þá hafði hann sagt bara nei, ég ætla ekki að gera þetta, sko. En síðan að fara í þessar fyrstu göngu þó að sé krefjandi, því að þetta á að vera krefjandi. Algjörlega. Að, þú veist, ef þetta væri auðvelt, af hverju eru þá ekki allir að gera þetta? Nefnitt. Þannig að það væri ósanngjarnt að væri auðvelt í rauninni, þannig að þetta á að vera krefjandi og þú finnur líka, eins og þú segir, það er ákveðin momentu sem byggist og þú finnur það alveg eftir að því lengar sem líður á hvað sem voru að gera, að því betri verður að takast á það, því auðveldar að verða það fyrir þig, skilur. Þannig að já, ég veit ekki, ég er farin að nota þessar leiðir á sjálfum mér, sko, ég var núna einhvern veginn rosa mikið í labbitúrum og svo er ég eitthvað ekki brókaði lektinu eitthvað og núna fyrir svona 3 vikum ég er ekkert að, hvað ger ég er bara út að skokka og þá einmitt fór ég bara rosa þungur á mér, 2 kílómetra þú veist að ég ætla að gera þetta annað dag svo næst 3 kílómetra, svo næst 4 og svo 5 og svo 6 og nú er ég búin að gera þetta sannlega þess að ég hafi ekki verið að skokka í 8. skiptinu náðan og þá var ég eiginlega bara fúll yfir því að það geti ekki verið lengur, sko. Að þetta bara orðið rosa þægilegt og gaman og auðvelt og þá bara hugsaði, vá, það er ekki nema 2 vikur síðan að fyrsta skokki var svona þungt. Nákvæmlega. Þetta er crazy, sko. Þetta er bilað. Hvað heilin í okkur, einmitt, svona þetta með framkvæmdin og tilfinninguna, sko. Að ná að framkvæma óháð tilfinningu, x oft, til þess að búa til vanan, sem síðan býr til þetta, til eitthvað gott íslenskt orðið momentum, skrifþungi eða eitthvað. Kannski spírallega, þú veist, einhvern veginn svona jákvæði spírall, eða eitthvað svoleiðis. En þú veist, þú líka byrjaði náttúrulega bara á 2, þú byrjaði ekki 8. Nei, einmitt. Þannig að það er líka mikilvægur eiginlega í þessu. Þannig að en þú veist, það er bara gott einmitt með þetta, sína sér að einhvern veginn, maður var einu svona alltaf einhvern veginn alltaf að breyta öll í einu, yfir í að vera bara eitthvað, ætla að breyta einhverju, það var besta leiðin að breyta einhverju sem er það lítið að það er örugt í að gera það í dag. Já, nákvæmlega. Þú veist, bara frekar basic. Hvernig er, sko, aðeins þjálfunarsálfræðina? Hvernig er einmitt, að því við erum búin að tala aðeins ábyrgð, ég talaði bæði sálfræðing og geðlækna sem segja, þú veist, það er alltaf svo það er sama hvað manneskja er í miklum vandræðum ef ég sé þetta manneskja sem er með þann eiginleika að taka mikla ábyrgð á sínum, þar að segja, ef það er eitthvað að þá tekur hún ábyrgð á því það er miklu auðveldar að vinna með þannig manneskju heldur en einhvern sem er alltaf að kenna umhverfunum hvernig er það þegar þú byrjar að vinna með fólki finnur þetta fljótt hvort að fólk hafi tilhneigingu til að vilja taka ábyrgð eða hvort að vilja kenna umhverfunum. Já. Ég finn það bara strax svo að leiða að byrja að tala, sko. Og hvernig er að vinna með fólki þar sem þú hugsar bara eftir að hafa heyrt í smástund þess að kenna umhverfunum allt? Það er krefandi, en það er gaman að benda á það. Það er gaman að nappa þau, sko. Og það er gaman að challenge aðeins, sko. Spyrja svona,
endurtaka það sem þau eru til þess að segja, sko, hvort það sé rétt og þá fyrir fólk aðeins að pæla, sko, hvort það sé actually rétt og nefna það við þau, skilur, auðvitað er það meira krefjandi að fólk til að átta sig á því í rauninni, sko, en þú heyrir bara munn á hvernig fólk talar, skilur, og þú heyrir mjög fljótt á hvernig fólk talar, hvort að það sé sjálft svona viljuður til að taka ábyrgð eða viljuður til þess að rauninni er að kenna rauninni öðrum, sko. Það er kannski erfiðar að svona fá það fólk til þess að breyta sjálfum sér og tækla það sem að stendur frammi fyrir heldur en fólk sem er tilbúið að líti í sín eigin barm. En að því sögðu þá leita flestir til mín sem eru tilbúinir í alvöru vinnu, sem eru tilbúin til að taka smá ábyrgð. Já, ég myndi að segja kannski það eðlis ólíkt hjá sálfræðingum og sumir sálfræðingar eru kannski mikið að taka á móti fólki sem var ekki að velja að sjálft að koma til. Já, nákvæmlega. Það er örugglega dálítið erfiðara. Já, klárlega og ég fæ ekkert marga einslíka sem eru það eru flest allir sem koma til mín þeir eru komin til þess að gera einhverja hluti, sko. Þannig að ég kannski lenda ekki mikið í því, sko, sem auðvelda mér kannski einhverju smá vinnu og það er bara svo gaman að vinna manni fólki. Það er svakalega gaman, sko, sem er virkilega tilbúið til bara sama hvað maður segir, að tilbúið til að skoða sjálfum sér betur í öðru sér ljósi og bara tilbúið til að taka sjálft ábyrgð á rauninni vandamálum sem að eiga við, sko, því að oft þarftu bara smá aðstoð, þú ert bara með lífi heyrðu einhvern sem að tala að væri ekkert allir sem væru með geðsjúkdóma eða veikir, heldur væri bara í virkilega flóknum aðstæðum í lífinu, skilur. Og fólk, ég held að trúi því að fólk komi til sálfræðing og spjalli við eitthvað til þess að leysa úr þessi flækju, úr þessu vandamálum, því það er bara allt og erfitt að gera það sjálfur, sko. Þannig að ég veist einhvern veginn hjálpa fólki á að leysa þessi vandamál með því að tala þau, með því að spyrja þau krefandi spurninga, með því að endurspegla þau, með því að láta þau átta sig sjálf á því hvernig væri best að tækla þetta vandamál sem eru að eiga við, sko. Og þegar fólk átta sig, þegar fólk byrjar að tala við mig og það allt bara svona byrjar að vella upp og bara það vissi ekki að það vissi það sem það vissi. Það er líka bara hvernig átt að vita það, þetta er bara í hausnum á þér. Síðan þú færð að tala um þetta, það áttar á því og þá færustu nærði, skilur, sem getur alveg verið krefjandi. En það er mjög gaman að vinna með fólki sem er tilbúin til að leggja þess að vinna á sig. En talandi um þetta með að vella upp úr sér, ég ætlaði að spyrja það aðeins, kannski lokin út í þetta með bókina, að því að þetta er svolítið held ég sammert með mjög mörgur sem er að skrifa svona bækur, að maður nánast byrjar að skrifa ekki að því maður ætlar að skrifa bók, heldur það bara komið þörf fyrir einhvern veginn að komið svo öðruvísi út úr sér. Það er þetta ferli með að maður les og er að absorba mikið, síðan fær maður kannski að tala, síðan er eitthvað annað sem gerist þegar maður byrjar að skrifa, sko. Og það er hérna skrifin, upplifir þú það ekki, það er eitthvað sem gerist, þú, jafnvel, þó þú sért búin að lesa allir þessa hluti, jafnvel, þú sért búin að halda fyrirlestra, gerðist ekki eitthvað hjá þér leið þú byrjar að skrifa sjálfur? Jú, alveg helling, sko. Og maður áttar sig fyrstilega mjög mörgum hlutum, hugmyndir manns og pælingar manns eru þau miklu skýrari. Og þú náður einhvern veginn að skipuleggja það sem þú ert með í hausnum, skilur. Þannig að það einhvern veginn varst að koma þessu rauninni út sem þú vissir rauninni í bara á betri máta, þú varst bara svona hlaða utanum pælingarna hennar, basically, skilur. Þannig að það var klálega þannig, það bara vall upp um mér, sko. Og þessum að skrifa bók, að þá náttúrulega skrifa maður draft og síðan annan draft og næsta draft og allt í einu verið komið kafli og maður veit aldrei hvernig, eins og maður varst að tala sko, maður veit aldrei, vissi ekkert, hefði ég verið að einbytta mér á því hvernig bókin hefði endað, hvernig hún lítið út, þá hefði ég aldrei byrjað. Talandi með þetta með að setja sér ekki á stór markmið. Já, nákvæmlega. Að setjast niður og segja, ég ætla að skrifa eina blaðsíðu. Og svo aðra. Svo kemur allt í einu dagur en það sem mann langar að skrifa 4. Já. Og þú veist, þá er það er aðgerðin sem býr til þá tilfinning að mann langar að skrifa meira, sko. Algjörlega. Þú finnur að þú ert að draga einhver ávinning að því, skilur, sem í rauninni, eins og ég segi, mér finnst þegar maður fyrst byrja að skrifa bara svona almennt, þá fannst mér ekkert eitthvað að gegja gaman, en nú er þetta bara nöðsynlegu partur á deginu mínu, sko, að svala þessari þörf einhvern veginn. Er það ekki líka mitt, þetta bara með djörnala á mótnana, það var eitthvað langt tímabil þar sem ég las þetta einhvers staðar hjá Tim Ferriss, held ég, og ég byrjaði að gera þetta bara því mótnarnir voru oft svona erfiðasti tími minn eitthvað svona bara, og þá bara byrja að æla öllu út um mér bara, og þá sé ég bara hvað þetta er mikil þvættingur og þá get ég hleyjað þessu og þá er ég svolítið búin að losa mig við það. Já, staðan fyrir þetta væri banki í hausnum. Annars er þetta bara eitthvað að malla hér, sko. Já, það er mjög erfitt að hugsa bara í hausnum, sko. Ég veit það. En svona hugsa með því að skrifa. Af hverju kennt okkur að skrifa?
þetta sem við getum hugsað áhrifaríka máta því að það mun hjálpa þér í heiminum, skilur við erum ekki að skrifa bara til að gera verkefni, skilur við í skóla og svona. Þetta ekki rosalega vannýtt tól í einmitt bara því að bæta til dæmis andlega líðan, sko. Bara mæl, sko. Já. Og því að, þú hefur ekki alltaf aðgang á einhverjum til að tala við og þú tala við fólk í kringu þá það að grípa það orðið og segja að það lendi helmingi verra og frendi eina frendi minn að lendi þessu og þetta ekki neitt að byrja að gefa þér ráð eða vorkina eða eitthvað svona sem þú vilt ekkert fá þú vilt bara fá einhvern sem hlustar á þig og það ekkert margir þannig einstiga til hann einhvern veginn verður að átta það á þessum hugsunum með því að og þá hrikalega gott verkfæri að skrifa þetta hefur bara breytt mínu lífi hvað varðandi pælingar, varðandi bara tilfinningar, varðandi hugsanir, varðandi mikilvæg spurningar sem ég þarf að svara. Þú setast það þess niður og spyrja sér bara spurninga. Þú var eitthvað að bögga manni eitthvað svoleiðis og reyna að svara þig bara með því að skrifa. Og eins og þú segir, að þá maður búin að fá það allan út og þá áttar maður sig meira á hvað maður að hugsa. Maður áttar sig að þetta sé kjaftaði, en maður áttar sig á því kannski, heyrðu, ég búin að færa snæri einhverju svari sem ég var ekki með áður og það til alls konar típur á svona journaling. Þú veist, þetta skrifa daginn, hvað maður gerir gott, hvað maður gerir slæmt, þú veist, það er þetta að sjá einhverja tilfinningar, eitthvað svoleiðis, en það einmitt rosalega áhugaður rannsókn sem er eftir James Pennebaker, sem var semst þannig að þú átt að skrifa semst í 20-30 mínútur, það var gert á fólki í seinni heimsstyrjöldinni fyrst minni mig, þú skrifir 20-30 mínútur yfir 3 daga mesta áfall í lífinu og bara vella öllum tilfinningum og hugsununum upp í rauninni og þeir sem gera þetta samanborið við þá sem skrifa bara gerdaginn sinn eða eitthvað svoleiðis að það upplifir ekki bara minni betri andlega líðan heldur líka líkamlega líðan þar sem þeir sem skrifu þessi 3 daga að þeir hafa færri heimsókn til læknis og ónæmiskerfið er betra og þannig að það er eitthvað sem gefur merki það að þú þarft að ná að vinna úr því sem þú ert að eiga við og þú gerir það með því að skrifa basically, eða að tala þannig ég held að sé mannýtt auðlind og ég hvet alla til þess að prófa sig áfram í skrifum sama hvort það er í tengslu við að læra eitthvað eða tjá tilfinningarna sínir að svara einhverju spurningum eða þú veist, whatever eitthvað sem þú fílar Hvað ég spyr fólk ofta í lókin, af því þú hefur tekið alls konar tímabilið mitt, þú ert nú ekki gamall maður, Nei. En ef þú verður að gefa þér ráð, svona segjum 10 ára aftur í tíman, beggi fyrir 10 árum, með allar reynsluna sem þú ert með núna, hvaða ráð myndirðu gefa honum? Ég myndi gefa honum það ráð, að ég myndi segja honum að njóta allra stunda eins mikið og mögulega getur og stöðugt að banka sig í hausinn á sér hvað maður er heppinn og að vera þakkláttur fyrir það sem maður er að gera en ekki vera að bíða eftir að achieve eitthvað eða ná einhverjum eða vera ofókusur á stefnu eitthvað því að maður er svo oft í lífinu sem maður hugsa tilbaka á einhverja punkta á einhverja svona augnablik í lífinu sem maður bara wow, hvað þetta var gaman en vá, þú veist, ánægilegt en vá, hvað ég áttaði mig ekkert á því á þessum tíma, skilur Þannig ég hef sagt, vertu djöfulli þakkláttur fyrir það sem hefur og mynduðu stöðut á hverjum einasta degi og ekki vera að taka lífinu of alvarlega að vera að stefna á eitthvað og vera upptekin af því að fara eitthvað. Því að þú veist, og þetta kannski mátt segja að þetta sé dramatískt eitthvað svoleiðis en maður að gera allt í síðasta skipti, skilur. Þú veist, ég í síðasta skipti hérna að tala við þig í podcastinu, þetta síðasta skipti sem ég fæ að gera það. Og þetta ein leið til þess að, þú veist, að minna sig á út því að við aðlegumst öllum. Við mannverunar, við aðlegumst öllum kringumstæðum, fólkinni kringum okkur og það hafa allir verið á þeim stað, þú veist við tökum bara þannig að þú veist, þú eignast nýjan hlut, nýja peysu, úr ánæður fíl, sáttur í henni bara, ég er kallinn og alltaf svona og síðan bara, dettur þú niður og hættur að taka þetta peysunni, þetta er saman með hús, bílinn allt hvað við talar líka fólki í kringu þig, það er allir verið á þeim stað að þeir aðlagast makanum sínum eða vinnunum sínum taka þessi sjálfsöngjarnir hlut þannig að einhvern veginn þurfum við, út af við aðlegumst bara svona, skilur einhvern veginn þurfum við að banka í okkur og minna okkur á þessa hluti og eitt af því sem ég hef búin að temja mér undanfarið það er náttúrulega bara það að ímynda mér að það væri í þessu stóísku huglisla að það er að ímynda mér bara allt sem tekið frá mér, bara ég missi það sem ég geti gert daglega, þú veist, kona mín fer frá mér og heimilið fer bara í vaskinn og ég bara og það getur verið mjög hræðandi en einhvern veginn þegar maður hugsa þessa hluti þá myndast þetta mikla þakklæti fyrir það sem maður hefur og ég hefði vilja bara að, eins og ég segir til að svara spurningunni að
þá var það klárlega að njóta líðandi stundar miklu meira heldur en ég gerði. Því að þú ert alltaf að gera eitthvað í síðasta skipti og maður á það til að vera að drífa sig í gegnum hluti og þá missir maður bara lífinu. Þannig að maður verður að berja hausinn á sér og átta sig því að allt saman langar í að það hefur maður nú þegar. Góð lokaorð. Já, ekki? Já, geggjaði það. Ég held að bara fáralána að koma. Takk fyrir komuna. Takk æðislega fyrir að horfa og hlusta á þættina mína. Ég kann ótrúlega mikið að meta það. Það eru þetta þið sem að gera það að verkum að ég get verið að halda áfram að gera þetta og mig langar að biðja ykkur, það væri rosa vel þegið að subscriba hér á YouTube rásina mína eða á Spotify eða podcast appinu.